Já, komið þið sælir, áhorfendur góðir og verið velkomin í KA TV. Nóg að vera hér á KA-svæðinu með þessa mundir. Og fórum því aðeins seinna loftið hér. Við ætlum okkur. KA var að vinna 4-2 heimasigur á FH í fótboltanum. Og nú komið öll athygli á blakið hjá okkur. Þetta skemmtilegu tími árs að nóg að vera nýbúin að vera með öldungablækið hér. Sem að KA varði mitt Íslandsmeistaratitilinn í öldungablæki enn eitt árið og þar segir karlamegin og HK vann titilinn kvennamegin. En nóg öldungablækið þó að það sé alltaf ótrúlega skemmtilegt og þá En já, eins og segir, það komið nóg af þalið af öldungablæki núna í vili en það komið aftur núna að úrslitakeppninni í meistaraflokkunum karla og kvenna. Karlarnir eiga kvöldið í kvöld. Hamar og KA mætast hér í öðrum leik liðana titilinn. Hamar vann fyrirleikinn fyrir rétt rúmri viku í Hveragerði og leiðir einvígið núna 1-0. KA-liðið hins vegar á heimavelli í kvöld og eru vantilega klárir í það að jafna metin hér og skulum kannski áðurum fyrir að rýna aðeins meira í einvígið. Kíkjum á lið gestanna. Númer 1 líberóinn Ragnar Ingi Axelsson, númer 11 Kristján Valdimarsson, 14 Valgeir Valgeirsson, 15 Húbert Lasecki, númer 17 Hafsteinn Valdimarsson, 21 Marcin Grazza, 23 Tamas Kaposi, 25 Tamas Magyar og þjálfari svo Tamas Kaposi. Það ekki 3 mismunandi Tamasar þarna. En já, eins og Hamar frábært lið, leiða inn við 1-0. En hvað segir mér? KA-liðinu koma ansi sterkt inn í þennan leik. Kíkjum á lið KA, númer 1 Antoni Jan Zurawski, svo sem ekki spila mikið í vetur, en hérna hins vegar komið að Pedro José Lozano Gaballero. Komið þess með uppspyrarinn hefur verið að spila með sem kantur og Dio og að skora virkilega vel hjá okkur síðustu leikjum. Svo ætlaði að stiga kóngurinn sjálfur Miguel Mateo Castrillo, spilandi þjálfari KA. Númer 6 svo Birkir Freyr Elvarsson, kominn svona úr líberóstöðinni en enga síður að nýtast mjög vel í afturlínunni. Númer 7 svo uppspyrarinn magnaði Stravko Kamenov. Númer 8 Óskar Fernández Celis og svo númer 9 Sölvi Páll Sigurpálsson. Númer 10 Hermann Bíring Ottosson. Númer 11 Draupnir Jarl Kristjánsson. Númer 13 Gísli Marteinn Baldvinsson, blokkkóngurinn í deildinni. 14 svo magnaði líberó Mateusz Jelinevski og svo númer 16 Magnús Rosatsa. 19 Andri Snær Sigurjónsson og þjálfari ásamt Mateo svo hinn stórkostlega Gíja Guðnadóttir. Þá erum við bara einfaldlega að vera klár hér í slaginn og eins og ég segi, Hamar leiðir einvígið 1-0 og getur farið ansi langt með að tryggja sér titilinn þá væntanlega 3. árið í röð ef að minnið ekki að svíkja mig eftir að þið komu upp með þetta frábæra liðsitt þegar tvíburarnir Hafsteinn og Kristján komu aftur heim. Þá hafa þeir tekið allan titlan sem boðið hafi verið og vonandi að KA-liðið náðu allavega að jafna metin hér í kvöld og halda áfram spennu í þessu einvígi. En mér sýnst ekki að hafa margir fyllt Hamarsmönnum hingað norður. Ég sé bara hann Valdimar pappa þeirra tvíburana þeirra Hafsteins og Kristjáns. Hann allavega vel vertur í stúkunni. En við erum klár hér í hennan slag. Stravko byrjar þetta verið KA.
og smá brans á móttökunni og Káa fær því sénsinn. Núna kemur Strafgó á Matti og Matti við hávörðina, fín hávörð og þessi bolti dæmdur inni. Ég held að þetta sé rétt og Káa sé að mótmæla þessu. Það sést held ég ekki í mynd. Damaska Bósi setur hennar bolt og ég held að þetta sé bara rétt að þessi dæmdur inni. Og fyrsta stigið gestanna. En kemur Tama sjálfur hér, setur hann í net og Káa ekki búið jafn í 1-1. Káa vann síðasta leik liðanna hér í Káa-heimilinu og vannst svakalegu 3-2 sigur í Oddahrinu og spurningarstráðin á að endurtaka þann leik hér. Hérna spá bras á gestunum, koma þetta með gratisbolta yfir. Nú Strafgó tilbaka á Matti og slæðir hann hins vegar út, ætla að slá línu þarna, setur hann aðeins of utalega og sér úti. Sjáum aftur hérna ekki galið hjá Matti og hann sé að Raggi sko með staðsningu upp á 10 eins og svo ofta áður hann í vörninni hjá Hamarsmönnum og var fljótur að lesa hennar bolta úti sem að reyndist vera hárrétt hjá honum. Mikil læti hér í húsinu og vonandi að það gefi strákunum okkar smá kraft, en þessi bolti hefur verið dæmdur inni á endanum. Hann var úti en það hefur verið smá touch. En sjáum svo að gestin gera það í kjölfarið af því. Þetta frábær bolti í afturlínunni og Tamas Magyar skorar þetta. Sjáum þetta boltan aftur og hann slæðir hann á fullu gasi þarna og þetta eru afturlínu Káa ekki alveg klár í slægin og staðan því 2-2 núna. Fín móttaka bolti hér upp á Hermann og Hermann slæðir hann út. Já, ekkert sem að Káa fer út úr þessu eins og áðan. Sjáum við fín móttaka og bara runni allt fínt við það fyrir utan bara Hermann slæðir boltan aðeins og mikið til hliðar, setur hann út. Matti frábæra móttöku hér, boltinn á Sölvi slæðir hann og hann að skora. Já. Sölvi Páll Sigurgeirsson, virkilega flottur strákur, búinn að stíga mikið upp, sérstaklega í vetur í kantstöðinni. Jafnvel í mittinni 3-3 fyrir Káa, jafnt á öllum tölum. Og sjáu þið háöldun hjá Sölva, þeir eru fljóta að bregðast við, reyna aftur og hessi. Við bara gefa Gísli hafi blokkað þetta, hann var mjög nálægt því, þannig að fyrsta blokkinn þetta kominn, það er Gísli Marteinn Baldvinsson. Jú, þetta fyrir Gísla. Og Káa komið í 4-3 hérna. Ekki fyrsta blokkinn á Gísla í vetur. En hér setur hins vegar Hermann Býring boltan út og bæði lið búin að klikka á einni uppgjöf, staðan 4-4 hér og Húbert las ekki fyrir gestina. Og hér klikkar Matteo í móttökunni og Hamarsmenn aftur komnir yfir, Húbert með ás og sá fyrsti í leiknum. Fyrri leikur liðanna var á þriðjudaginn síðasta, svo var tekin smá pása í einvígin út af öldungamótinu. Og Hamarsmenn unnu þann leik 3-1. Það var eins og mjög jafn og spennandi leikur. Hefði alveg getað farið í Oddahrinu. En held samt að sé alveg sanngjarnt að segja að Hamarsmenn hafi átt svona. Þeir voru stöðugri og náðu að klára þann leik á endanum 3-1. Núna
Káaliða nýta sér heimavöllin, kemur Sölvi og Sölvi að slá hann bolta gjörsamlega frábærlega, virkilega vel gert við Káaliðinu, sjáu þið frábær móttaka og fyrir vikið þá getur Strafkó leikið sér þess og sjá hvað Sölvi hátt uppi stekkur eins og enginn sem morgundagurinn og skorar hér annars stig Káa, minnkar því 5-6. Matteo bara samfærandi og kemur frábær bolti hérna út á kantinn og Tamas Magyar ekki lengi að nýta sér þetta enda sjáum við það að hann algjörlega einn á mótornum í hávörðinni. Hann Strafkó og erfitt að gera eitthvað í þessu. Aftur 2 stiga munur. Líkjast að missa það ekki og langt frá okkur. Kemur Marcin Gratza fyrir Hamar en Mattius með frábæra mótu. Kemur boltinn á Sölva. Sölvi setur hann að ragga sem að missa aftur fyrir sig en við gerum ákveðlega úr þessu. Kemur boltan hérna af hávörðinni. Nú kemur Strafkó. Boltan á Matteo. Matteo að skora. Já. Móti aðeins niðri ralli í þetta núna. Þetta vel gert hjá Matteo, sjáu hann kemur hérna úr afturlínunni yfirvegaður og les hávörðina upp á hár. Minnkar því 6-7. Heyrðu nú mig, sjáu þið þetta stig. Ég trúi ekki þessu stigi. Aðeins einn í hávörðinni, boltinn bombast í Sölva og boltinn skoppar að Sölva og beint í gólf og hann jafnar í 7-7. Já, hérna hér. Þetta virkilega gaman að sjá og hér kemur svo, var ekki Kristján í síðan stað. Jó, þetta var hann Kristján Valdimarsson sem að fær hérna úrvalsfæri á miðjunni en setur boltan út. Og Káa skyndilega komið yfir 3 stig í röð á Káaliðinu, 8-7. Sölvi aftur, Sölvi öruggur í sínu og hérna hins vegar gerir Kristján engin mistök. Og bætir fyrir þetta á hann. Jafnir í 8-8, saman aftur þetta, vel gert hjá honum. Og svo fer Kristján í afturlínuna, bróður hans Hafsteinn komið það í framlínuna. Kemur Óskar laumar þessum bolta frábærlega fram í hávörðinni. Ég nýbúinn að fullyrða það að Óskar lemmi boltan alltaf að fullu krafti. Það greinilega að hlusta á mig. Því að hérna hann bara clever, laumar boltanum þetta snirtilega fram í hávörðinni og kominn hér á blað Óskar Fernández Elís. Gísli markið fyrir Káa. En setur hann í netið og aftur jafnt núna 9-9. Önnur uppgjöf sem klikkar á Káaliðinu. Þurfa að passa þetta strákarnir. Kemur Óskar aftur. Núna neglir hann en hann hins vegar úti. Lítið þess að segja að þetta rétt. Þessi fyrir Óskar að sjá þetta hinum meginn en þessi virkaði úti. Þessi úti. Það bara ekki spurning. Hann var aftur komið yfir 10-9 núna. Frábær byrjun hans fyrstur hinu kemur Matteo. Matteo skóplar honum hérna inn á miðjuna en vel varast hjá þeim og hvað hér? Það maður neta Káalið. Sýnt var að neta á Hermann Bíring hérna í hávörðinni. Hermann, hann dettur hann aðeins á netið og þetta bara hárrétt. Ég heldur nú reyndar að Hamarsmenn hefðu kortið fengið stigið. Þetta skiptir ekki öllu máli. Og hér klikkar móttakjarni að Sölva. Tamas Magyar með ás 4 stig í röð hjá Hamarsmönnum og leið og ég sagði þetta að það frábælast að þá ná Hamarsmenn hérna að tengja 4 stig í röð. 3. ásinn á þeim, enginn hjá Káa. Það munurinn á liðunum hingað til. Kemur hörkubolti hér frá Matteo og hann að skora, nær að losa þessa stöðu á Káa. Frábælega gert hjá honum og þetta það sem að sóttan ykkur Káa sem síst svo oft Þegar við lendum í vandræðum þá leitum við til Matteo. Skilda þessu engan undra. Frábær leikmaður. Stigaskorar að Guðsnáð, búinn að vera
stigakóngurinn er öll tímabil sem er búinn að spila hérna á Íslandi. Og hér nær afturlínan að verjast þessum bolta frá Hafsteini og í kjölfari kemur magnaður bolti frá Matteo. Sjáum hérna fín staða fyrir Hafsteini en Straff komið frábæra vörn í afturlínunni, svo kemur Matteo Castrillo og finnur hérna autt svæði hérna og kemur þessi 11-12, já. Gott svar í strákunum. Frábær móti og Ragga hérna að lauma og já, dæmt seiling hérna á gestina. Sjáum þetta aftur hérna. Ekki segja seiling, hann stígur á línuna, var eftir línu og staðan á 12-12. Raggi missir boltaninn yfir og sjáiði hvað hann er klókur. Hann Húbert þarna, sjáum þetta aftur nákvæmlega hér, boltinn er að fara yfir og hann snýr sér bara við og tekur frábæra blokk þarna. Þetta vildir þú fáir ná að leysa þessa stöðu svona. Já, sjáum Matteo frábær móttökur, kemur boltinn á Matteo ætlar að skópla hann niður en er aðeins og grimmur í að skópla hana. Setur hann beint í net og aftur nær Hamar að slíta sig frá 14-12. En eins og ég segi, þetta er búið að vera virkilega jafnt og spennandi hér í fyrstu hinu. Það var mjög mikilvægt fyrir KA-liðið að taka fyrstu hinu, setja smá pressu á gestina og það hjálpar þeim sem ekki þarna að klikka á móti uppgjöfinni. Kemur Óskar Fernández Elís. Hörkubolti, móttakan sem virkilega góð og svo kemur fín hávörn hjá strákunum en boltinn að hávörðina út og þarna er Marcin Grazza að skora sitt fyrsta stig í leiknum. Lifar hann bara fast í hávörðina og gerir hér eins og ég segi sitt fyrsta stig í leiknum. 15-13. Boltinn á Matteo slær hennar bolta beint í gólf, já. Sjáum aftur hérna, sjáum hvað þetta eru stutt rally, þetta er bara móttaka og bomba og svo bara vonast að þetta bolta sig inni eða ekki. Bíðum vel eftir henn því að fá aðeins meira flota bolta hérna en svona típist kallaflag. Það er bara eins og það er, kemur Sölvi hérna, Sölvi í fínni stöðu en setur hann beint í hávörðina og svo þeir ná ekki að bregðast við. Þetta er illa að fara með góða stöðu þarna. Sjáum hérna syngu blokka á Sölva en Sölvi setur hann beint í blokkinu og hafa eins og menn hafa ekki haft trú á því að Sölvi myndi vera blokkar þarna. Enginn klár í að bregðast við. 14-16. En á klikkar uppgjöfin hjá Húbert. 15-16. Sjáum hérna þriðja uppgjöf sem klikkar hjá Hamar. Nú gerir Matteo þessar engin mistök og Matteus með heitulega björgur hérna en gengur ekki. 15-17 núna. Marcin Grazza komið í gang núna, skorar hérna sitt annað stig og kemur svo aftur í tveggja stiga fórustu, 15-17. Já, sjáu þið móttökuna Matteus og svo er það hratt uppspil á Gísla Martin á miðjunni og Gísli klárar þetta þó að boltinn að skoppa að netinu. Það er enginn bara að stoppa þetta, það er bara þannig. Móttökan hjá Matteus frábær og svo þessi hraði bolti á Gísla frábær og Kristján þó hann sé nú með ansi mikla hæð og langar hendur þá gæti hann nú ekki gert í þessu. Og fín hávörð hjá Gísla, boltinn hann í leik hins vegar. Kemur afturlínu bolti, hann er eins og að víðs fjarri þarna og KA jafnar í 17-17.
sjáum þetta aftur hérna, frábær Howard, svo koma hann aftur, setja boltinn í afturlínuna og þessi boltinn svo lengst út. 17-17. Hún fer hvert stig að verða heldur betur mikilvægt. Nú eins og það séns fyrir gestina en aftur klikka Kristján. Já. Kristján á sínum gamla heimavelli og mætti nú alveg kalla hann Klikkstján eins og stannar núna. Þeir spiluðu nú með K.A. þeir bræður og þá setur Sölvi þennan bolta út. Staðan aftur og nýjöfn 18-18. Gott ef að pabbi þeirra, hann Valdimar spilaði ekki með K.A. líka eitthvað. Hann allavega var í menntaskólanum hér á Akureyri. Hvað það? Á að komið að Kristjáni í afturlínu. Það fyrir hann Birki kemur afturlínu bolti frá Matti og hörðu. Þarna gerir Kristján hins vegar virkilega vel í afturlínu. Og Strafko aftur á Matti og Matti þetta var Howard hjá Hafsteini. Hafsteinn með flestar blokkir í vetur, þar að segja að þú deilir niður á Hrinur. Gísli Martin í K.A.-liðinu með fleiri blokkir í vetur en hann spilaði eins af fleiri Hrinur. Kemur Óskar Howard svo fín hjá gestunum og reynir að lauma hérna Matteus mættir undir. Kemur boltinn aftur á Óskar. Óskar eins var frekar krefjandi boltið hérna sem hann samt bara íta yfir. Og svona Birkir Freyr ekki að stýra þessum bolta í kjölfarið og staðan aftur orðin 2 stigum betri hjá Hamar. 18-20, 3 stig í röð hjá þeim og Marcin Gratza skorar og þá tekur K.A. leikhlé. Kíkjum almennilega á tölfræðina á eftir. Þetta lítið eftir þessari fyrstu Hrinu. Komið smá að sveiflu núna í þetta. Já, Matteo með gott stig hérna, 19-20, það var lífsnauðsynlegt. Kemur Gísli Marteinn, klikkaði á hann en hann samfærði núna og svo kemur hörkuboltir á kantinum og þetta einhver misskilningur hérna. Já, ljótt að segja kannski Birki Irminen. Þessi bolti eiginlega bara gjörsamlega beint á hann eiginlega. Hann tekur hérna smá skref til hliðar og missir það á boltanum. 21-19. Þetta eins og allt annað á Birki núna. Kemur boltinn hér á Óskar. Óskar bombar, frábær vörn hjá Ragnari hérna í afturlínunni. Og svo kemur þessi bolti sem á fyrir Matteus. Strafko á Hermann. Hermann næra að íta hann yfir og þá refsaður en Hermann með fína Howard en þráttur hetjulega baráttu ná strákarnir ekki að redda þessu og Hamar komið núna í ansi góða stöðu. 19-22. Hubert Lasecki skorar þetta góða stig fyrir gestina og erfitt þarna. Birkir misti móttökuna og ofnáð netinu og þá staðan erfið. Aftur tekur K.A. leikhlé. Sjáum þetta aftur hérna
móttakan allt og nálægt netinu. Það fer rauninni yfir og Húbert refsar aftur 23-19 og Gígja tekur aftur leikhlé. 3 stig í röð núna bara svo dýrt. Hamar 2 stigum frá að taka þessa fyrstu hrinu. KA 4 stigum eftir. Þessi lið mættust í úrslitunum í hittifyrra. Þá vann Hamar einvið 2-0. Það var COVID var verið að stilla svolítið planið. Ekki leikið upp í 3 eins og núna. Og þetta virkilega vel gert hjá þeim eins og þú ert með gæja eins og Hafsteinn og Kristján í liðinu. Hafa þessa svakalegu hæð. Þá hansi gott þegar þú ert í smá bransi hvað þú átt að leita að. Hafsteinn hér með sitt annað stig. Og Hamar klárar hér þessa fyrstu hrinu 20-19. Sölvi missir hérna bolta, getur fingrarnir á sér. Og Hamar skorar hérna síðustu 5 stigin í fyrstu hrinu og já, eftir jafna og spennandi fyrstu hrinu þá gaf KA-liðar hressilega eftir hérna og Hamar komið í 1-0 hérna. Sjáum tímalínuna í fyrstu hrinu, sjáum að jafnt á öllum tölum til að byrja með. Hamar svo sem alltaf með frumkvæðið en munaði iðulega svona 1-2 stigum á liðunum. En svo í stöðunni 19-20 fyrir Hamar, skoraðir 5 stig í röð og það svona svolítið saga KA og Hamars til þessa. Svona KA-liðir heldur oft vel í þá en svo þegar virkilega þarf á því að halda þá hafa Hamarsmennir oft klárað þetta. Það finnst svona tiltölulega sannfærandi í þessum krúsja lokastigum. Við sjáum hérna stigaskorinn KA, Miguel Mateo Castrillo 6 stig, Sölvi með 3, Gísli 2 og Óskar Fernández með 1 stig hjá gestunum. Þar Húbert Lasecki með 5, Tamas 4, Marsin með 3, Hafsteinn með 2, Tamas 2 og Kristján Valdimarsson með 1 stig. Kíkjum á tölfræðina í fyrstu hrinu 19-25 stigur gestan á endanum. KA með 9 smöss gegn 10. KA sem var engan ás og Hamar með 4. KA með 1 laumu, Hamar enga, 2 blósti á KA-liðinu og 3 blokkir hjá Hamar. Sjáum að mistök mótir eru mjög svipuð. KA fær 7 stig eftir mistök hjá Hamar. Hamar fær eins og 8 og bæði lið klikkuð 3 uppgjöfum. En já, eins og ég segi, það hefur oft verið þannig að KA-liðið hefur vant ekki sér smá upp á að klára þessar hörkur hrinur á móti Hamar. Fyrir utan hins vegar þennan magnaða leik sem að liðin spiluð hér síðast í KA-milunum þegar þau mættist hérna dildinni. Hamar komst þar í 2-0 og maður hélt að maður var að upplifa enn einn leikinn sem KA tapar 3-0 fyrir Hamar. En strákarnir sýndu stórkostlegan karakter, náðu að snúa leiknum algjörlega sér í vil og unnu að lokum bara mjög sannfærandi 3-2 sigur. Þeir unnu Odda-hrinuna 15-6 ef ég man rétt. Og það hefur svolítið verið saga KA-liðsins í vetur. Strákarnir hafa verið allt of gjarnir á að tapa fyrstu hrinu, jafnvel annarri líka og þá farið í gang. Það erfiður leikur, sérstaklega móti sterku liði og Hamar hefur á að búa. En sjáum hvað setur.
Það væri alltaf eins og ég segi, ansi sterkt fyrir KL að jafna metri 6 aftur núna. En mér finnst hann stundum með þessa Hamar sem vél. Það bara eins og þau sé oft nett sama til að byrja með. Svo gera þau bara það sem þarf til þess að klára leikina. En þetta fara af stað hérna, kemur Matteo aftur, Matteo skora núna. Já, virkilega við sleiði hjá honum, blokkaður á hann, fara bara sensin aftur og skora hér sitt 7. stig í leiknum. Matteo meiddist eitthvað í fyrri leiknum og var kannski bara manna sáttastu með að sé hérna 8 dagar á milli fyrsta leiks í einvíginu og annars leiks. Já, frábær vörðinstakonum, kemur Matteo aftur og Matteo skorar! Ekki oft sem maður sér að þeir ná að verjast þessum smörsum frá tvíburum þegar þeir ná að hoppa upp í svona hæstu hæðir. En strákarnir ná að verjast þessu og Matteo með mjög gott stig beint í kjölfari. Kemur KA í 2-0. Frábær vörn hjá Óskari, boltinn enn í leik, kemur Gísli, situr hann svo í neti, þannig að Hamar sleppur með skrekkinn annað. Svo kemur frábær Hávarða Gísla, fljótur að bæta upp fyrir að klikka þessu smassi á hann. Gísli Marteinn Baldvinsson með frábæra blokk hérna og þetta er heilmikið sturtublokk að getur verið. 3-0 byrjun að KA hér í annar rinu. Nú þurfa þeir bara að halda þessu áfram. Hermann. Örgjúvinna kemur. Já, hálfgerð lauma hann kemur bara Matteo á móti og Matteo er að skora enn og aftur þriðja stigið hjá Matteo í annar rinu að 4. KA-liðinu. Já, frábær vörn hjá strákunum. Þeir eru fljótir að lesa hvað gestirnir eru að gera hér í annar rinu og fyrir vikið eru þeir hérna að byrja frábærlega. 4-0 staðan. Móttakans góði að ragga, svo kemur þessi boltur inni á. Nákvæmlega ekkert í því að segja. Og náðu þeir að losa pressuna hérna. Næja, frábærlega slegið hjá Marcin, ansi uttalega inni er hann hins vegar og minnkar í 4-1. Strafko á Gísla en þeir hitt ekki alveg saman þarna og þessi bolti af Sölva. Ekki nokkuð spurning það og Hamar er hérna að býta frá sér strax. Tamas Magyar, já, sjáðu það bolti skoppar við loftið hérna af Hávarðinni. Ekkert við að segja. Hafsteinn fyrir Hamar. Og Brasa á móttökunni en Sölvi nær að halda svo lifandi. Og í kjölfari klikkar uppspilið á Kristján. Og KA sleppur með skrekkinn. Sjáum hérna Brasa á strákunum en stundum þá þarftu bara að halda boltanum lífi og þá kannski kemur og mistikinn hinum meginn. Það er svo dýrt að ná ekki að skila boltanum yfir þegar þú ert komin í erfiða stöðu. Og sjáu hvernig vel geta Strafko en Hamarsmenn eru fljótir að lesa í stöðuna og Húbert mjög klókur hérna, ítir boltanum bara beint í hornið. Sjáum við hérna ánægður með myndungumannir fljót að lesa hana og sýnir hvað boltinn endar. Húbert fyrir Hamar, hann hins vegar slær hann út og KA aftur 3 stigum yfir. Og þetta er mjög vel spilað á Hamar en KA-liðið nær að verðast þessu, svo setur Matteo boltann út, hann er mennskur. Hér.
skoppar netinu. Matteus nær að verðast þessu, svo kemur frábær bolti hér frá Stravko upp á Gísla og þarna tengdu þeir félagar upp á 10 og Gísli Marteinn hamrar hana bolti í gólfi. Raggi var aldrei að verðast þessu þó hann sé gjörsamlega frábær líbero. Og Gísli Marteinn skora sitt 4. stig í leiknum. 2 úr smössum, 2 blokkum og hótar að taka ásanna en þeir ná að verðast þessu. Stravko upp á Óskar. Óskar laumar frábærlega. Það er ég að bulla þessi gæi, lemja alltaf boltann. Þetta gerir hann stórkostlega. Og þessi bolti gjörsamlega upp á 10 hjá honum, miði hjá honum. Þá klikkar hins vegar Gísli með uppgjöfinni. Þannig að staðan er 8-5 núna. En þetta er fín byrjun hjá KA-liðinu. Þurfum bara að halda áfram, að halda pressunni. Sjáum hér bæði lið klikka 4 uppgjöfum. Kemur Kristján, mótið eins og þægileg fyrir Óskar, fær boltinn tilbaka. Núna er laumar en þá er búið að lesa þetta við lítið Húbert. Og háurðin fínar á KA-liðinu, brasa á Hamarsmönnum, gefa hann yfir. Og nú getur Stravko valið, hann velur Óskar og Óskar við það að skora þetta og spurning með hvort að Hafsteinn hafi sett hælinni yfir línuna þarna en höldum áfram. Og hér eins og Tamas Magyar með hörku bolta skorar 7. stigið hjá gestunum. Þeir eiga það að gestunum, þeir eru að spila gríðarlega vel og trekk í trekk er uppspilið að skila því að það sé bara single block. En talandi gott uppspil, sjáu því Stravko Kamenov við KA-liðið þarna. Það byggust þeir náttúrulega flestir að hann væri að fara að slá hana bolta, hérna er hann framlínu en hann hættir við á síðustu stundu og ýtir boltanum upp fyrir Hermann og Hermann þá með enga mótspyrnu skora 9. stig á KA. Eða ansi margir uppspilarar hefðu nú tekið þennan sen sjálfur en Stravko alvöru liðsmaður. Frábær háuti Hermann í boltinn eins og enn í leik. Við þurfum að skilja hún yfir. Gera það Matteus á Stravko. Stravko tilbaka og Matteo skorar. 10. stig á KA. Sjáum þetta aftur hérna. Hamarsmenn skilja boltann yfir og þarna er Stravko. Í þurfinu valið hvað sem er. Velur Matteo eins og svo ofta áður. Sjáum að þrátt fyrir að Hamarsmenn hafi valið rétt og valið að boltinn myndi fara á Matteo. Þá snýr hans í gólfið, vel gert. 10-6 fyrir KA hér og smá klikk í uppspilinu þarna. Þá kemur Matteo hinum megin og Matteo skorar. Þessi bolti líklegast að leiðinu út en þeir reynaðu boltan og KA komið í 11-6. Frábært svar hér í upphafi annar rinnu og Miguel Matteo Castrillo er að fara hamförum, komið 11 stig hér í leiknum snemma í annar rinnu og þá tekur Tamas Kaposi, spilandi þjálfari Hamas leikhlé. Það var svolítið gaman hérna á Öldung sem að lauk hérna einmitt á sunnudeginum. Það spilaði Radoslav Rybak með KA-liðinu. Albesti blakari sem hefur spilað á Íslandi, spilað á Ólympíuleikunum með pólska landsliðinu sín tíma og er nú búinn að vinna alla titlasmættir að vinna á Íslandi. Vann alla helstu með Hamar og svo núna öldungablakmeistari með KA. Við sjáum hérna Miguel Matteo Castrillo með 11 stig á KA. Stigastir hjá gestunum er eins og það er Húbert og Tamas, báðir með 6 stig og gaman að því að bæði lið er búin að skora 21 stig hvort þar sem sóttan stigin sín. Þessi er búið að vera mjög jafn leikur en hér kemur frábær ás hjá Stravko og fyrsti ásinn á KA kominn. Stravko Kamenov sækir hann, búinn að koma rosalega vel inn í KA-lið og kemur þessi 12-6, þetta frábær kapli á KA-liðinu, 4 stig í röð. Stravko aftur, nú er Raggi sem er frábæra móttöku, kemur single block frá Matteo og hann er að blokka og sjáu þið hvað
Matteus er klókur hérna hvernig hann næra var ekki yfir stíð en náðu sem ekki að verðast þessu æðislu gæja gjörsamlega er út allan völl þessi gæi tekur svo mótið þessu strafskot tilbaka og Óskar að Hávörðinu út og skorar 13-7 aftur 6 stiga munur Sölvi, Matti og Hermann fram í á KA-liðinu og frábær afturlínubolti hér hjá gestunum og Marcin Gracia sem kemur hérna sjáum við aftur það féll Hávörður fyrir því að bolti var að fara á miðjuna og þessi afturlínubolti á Marcin var því ansi þægilegur fyrir að netan skorar gott stig, frábær mótið hjá Matteus, boltinn hjá Matteo og Matteo, það er komið bara fínt uppspil á Hermann, boltinn enn í leik, frábæra bjarganir og fín Hávörður hamar áfram, kemur Sölvi hinum megin í Hávörðina og Matteo skorar á hendanum, þetta var heldur betur mikið fyrir þessu strákarnir, frábærar varnir hjá gestunum. Stóðust mikinn sóta þunga frá KA-liðinu hann lengi vel en á endanum er það Miguel Mateo Castrillo sem að skorar kemur KA í 14-8 þetta er allt annað og svo kemur í uppgjafastöðuna hann Andri Snær Sigurjónsson fyrir KA ja svo hvað Andri gerir bolti, móttakan alveg allt í lagi og svolítið allt í lagi og vá, þetta var Hávörð maður þetta var Hávörð og boltinn skoppar hann svo beint í höndla á Ragga en heldur að Raggi er svo sem vanur því að fá boltan að krafti í sig og fljótur að hrista það sig sem betur fer og KA leiðir skyndilega hér með 7 stigum eins og segi í leiknum síðasta leik hérna í KA-milinu þá þegar KA-lið fór af stað þá virtust Hamarsmenn ekki að eiga nein svör við spilum sem KA-liðsins spurning hvort við sjáum það aftur hér mjög góð móttaka á Ragga, kemur afturlínu bolti hér sem að Óskar tekur Stravko upp á Matti og virkilega góðu bolti en Hávörðin frábær Já, Valgeir Valgeirsson með þessa Hávörð Já, fagnar þessu vel og innilega eðlilega 15-9 og hraður bolti hér á Gísla, þetta var algjört konfekt. Stravko, eins og ég segi, bara ef þið viljið læra hvernig á að spila uppspil, fylgist þið með Stravko Kaminov. Þessi hraði bolti á Gísla er magnaður og Gísli er klár í slaginn. Svo skora Matteo hérna beint í kjölfarið. KA-lið er að keyra yfir Hamar í annar rinnu. 17-9, þá taka sitt seinna leikhlé gestirnir. Tamas Kaposi sé nóg í bili en það þarf nú heldur betur mikið að breytast ef þeir ætla að stila sér hrinu. KA-lið þarf bara að halda áfram að spila sinn leik. Ekki láta leikliðið trufla sig. 17-9 hér fyrir KA í annar hrinu og ég held að allir blakarar á landinu vilji sjá KA taka þessa hrinu fyrir utan það sem er í Hveragerði. Sjáum hérna Ásana 4-2 fyrir Hamar í Ásum. Húbert og Tamas báðir með 2. KA Miguel Mateo og Stravko Kaminov með sitt gott Ásinn. Stiga sko leikmanna Mateo með 14 stig á KA, Gísli 5. Þá gestur þar áfram Húbert og Tamas stiga eftir með 6 stig.
Höldum áfram, Matteo aftur. Smá bras á þeim og kemur Valgeir, en Óskar vel staðsettur, kemur boltinn á Sölva, Sölvi, slæðir hann að skera boltan hana, en þeir verða stríp og svo kemur Matteo, frábær vörn, aftur kemur Sölvi, Sölvi laumar, en Valgeir mættir undir, missti boltan hins vegar langt, en á hann allt í lagi að hafa mann eins og Kristján, hann að klára hann í að redda sér. Kristján með frábæra blokk hérna. 10-17. Húbert fyrir gestina. Þetta er þægilt fyrir Óskar. Stravko, hratt auðspil á Gísla. Þetta hraða auðspil á miðjuna er að valda Hamarsmönnum ekkert eðlilega mörgum vandræðum. Og Gísli kom með 6 stig á miðjunni. Sjáu þið hvað þetta er vel útfært og það er, sko, þeir eru ekki sem að huga að því að stökka upp hérna í framlínunni á gestunum. Sölvi, setur hann út og sjáu að Valgeir setja á síðustundu ákveður að nota boltan fara. Svo skipta þeir hér Birkir Freyr inn fyrir Sölva. Þessi Sölvi hefur nú bætt sig líka mikið í afturlínunni, en það er alltaf leið og getur hengt bara Birkir Freyr hérna inn sem afturlínumann í kantstöðunni. Líberó í landsliðinu og getur hellt hlutur leist þessa stöðu af sig. Þetta er mjög vel leist þarna hjá Húbert. Hann setur boltan hér upp á Kristján. Hugsa þess einhverju að Húbert myndi taka sjálfur, en setur hann tilbaka á Kristján og Kristján í þessari stöðu getur ekki annað en að setja boltan í gólfið. Og líkar í 18-12. Æja, Stravko ítur hann núna yfir og skorar! Já, ég er nýbúinn að vera að segja hvað Stravko er góður í að lesa þetta einmitt. Hvar besta staðan af vellinum er og er yfirleitt að spila upp á félaga sína þegar hann gætir alveg sett boltan sjálfur. Núna setur hann boltan sjálfur, skorar. Heldur áfram að leiða með 7. Gísli, Marteinn fyrir Káa. Setur hann út hins vegar. Og skiptir svo fyrir Matteus. Og sjáu þið hvernig Stravkon er að bjarga þessum bolta og þá er séns á gestunum og þeir nýta sér hann heldur betur. Tamas Magyar skorar. Móttakan hann hjá Birki allt og neðarlega og Káalið þarf á endanum að gefa boltan yfir og Tamas Magyar fljótur að refsa. 19-14, 2 stig í röð fyrir Hamar og Gíja tekur leikhlé fyrir Káa. Sem mæðir mikið á Gíju þessar mundir. Það innvígi kvenna þegar aftur á stað á morgun. Þannig að Káa sækir afturheldingu heim kl. 7 í Mosó. Káa vann fyrri leikinn kvennamegin og leiðir þannig inn við 1-0. Stelpurnar búin að taka alla titlana í vetur og hann er klárar af því að taka þann stærsta líka. Þetta strákarnir okkar hér nái að stöðva Hamars lestina. Við fýttum stöðu hér í annar hrinnu. Við þurfum hins vegar að klára þessa hrinnu. Kemur Óskar og Hafsteinn blokkar hann. 3 stig í röð hjá Hamar og þeir eru að svona hóta því að snúa sig aftur sér í vil. Alveg spurning þá hvort að Óskar ætti ekki að vera klókur hérna og bara ítur múti aftarlega völlin hérna. Það er auðvitað að segja það eftir á. Næja, 19-15 kemur Kristoffer bolta og
Móttakan ekki nógilega góð og þeir refsa strax gestirnir. Þeir gefa Hvergerði eftir. Thomas með sitt 8. stig í leiknum. 4 stig í röð og skyndilega munar aðeins 3 stigum. Stravko tilbaka á Matteo. Matteo, hann að skora. Já, eins og svo ofta áður þegar K.A. vantar að losa stöðuna. Þá setur boltan bara á Miguel Matteo Castrillo. Komið 9 stig hér í annar hreinu. Samtals 15 stig í leiknum. Og 12 úr smössum. Gæi sem að elskar að bomba boltanum. Þessi er úti. Úrvalstaða þarna fyrir Hafstein. En setur hann út. Sker hann full mikið. Og þá er skemmtileg skipting á K.A.-liðinu. Pedro José Caballero mættur inn á. Þessi Pedro, þetta er einhver hressasti einstaklingur sem ég hef einhvern veginn kynnst. Og hann lofaði því að hann er að fara að fagna öllum K.A.-stigum ansi greimt. Hann er auk þess algjör lykilmaður í trommusveitinni þegar stelpurnar spila. Æðislegur karakter. En Stravko Kaminov með þessa uppgjöf. Mjög góð móttaka og núna gerir Hafstein engin mistök. Sá hérna boltinn frá Stravko. Móttakan góð og boltinn er upp á Hafstein. Hafstein skorar sitt annað smastig í leiknum, komið 4 í heildina. Æja, Stravko setur hann á Pedro og Pedro er að skora. Ekki þetta kannski að falla þessa stigið. Það tilur alveg að mikið. Pedro José Lozano Caballero. Frábær að ná þessu stigi. Og þá kemur Pedro aftur út af. Það getur oft reynst þrautin þyngri að koma svona stutt inn í einu og eiga að delivera strax. En Pedro gerði það þarna. K.A. aftur 5 stigum yfir, vantar núna 3 stig til að jafna í 1-1. Óskar tekur bara örugga uppgjöf. Og sjáu þið, Hermann Pýring nær að verjast þessu bolta og aftur komaði boltan yfir. Nú hins var séns hjá gestunum. Hörkubolti Matteus. Verstæn boltin yfir. Að lauma og boltin upp á Matteo. Matteo sker boltan vel og upp í loft og Matteo er að skora. 23. stig K.A. Sjáum við þetta frábært rally. Bæði lið að sækja grimmt núna og það er svo eins og svo oft á þessi leik er það Miguel Matteo Castrillo sem skora fyrir K.A. 23-17 fyrir K.A. Stefnin allt í að K.A. klára þetta enda búin að vera klálega sterkara í þessari hrinu. Frábært svar. Þetta er svona vonbrigðin undir lokina á fyrstu hrinu. Fín háatja Sölva, Matteo og svo mættur og fær hann aftur hérna og slæðir hann stórkostlega fram í háarninni og gerir hér sitt 17. stig í leiknum. Sjáum hérna boltinn upp á Matteo og setur hann frábælega fram í háarninni. 24-17 og K.A. 1 stigi frá því jafnametin. Hérna kemur Óskar Fernández Elís aftur bara örugt hjá honum og hérna hins vegar er Thomas virkilega fyrir ekki þetta Húbert fyrir ekki ég ætlaði að segja virkilega klókur. Átti lauman inni, tók hann hana og heldur þessu ennþá að lífi fyrir Hamar. Þurfa eins og að ná 6 stig við viðbót. Kemur Matteo, hættir út. Já, þeir eru ennþá lífi. Sjáum þetta aftur. Finnur upp á Matteo og já, það sér úti. Það sést alveg greinilega 24-19.
Tamas Kaposi fyrir gestin, hann út og Káa tekur aðra hrínu 25-19 sömu tölur og þegar Hamar vann fyrstu rinnuna. Þetta gæti ekki verið jafnara. Sjáum þetta, já, 19-25 sigur Hamars í fyrstu rinnu, Káa svarar sem með 25-19 sigri hinum megin og staðan því jöfn 1-1. Förum í tölfræðina, kíkjum á tímæluna fyrst. Sjáum þetta, Káa komst í 4-0 og Hamar náði aldrei að brúa bilið og Káa komið hérna í 15-8 stöðu þarna við miðbik hreinunar og þráttur að Hamar næði að minnka muninn hérna aðeins undir lokin þá fannst manni aldrei svo sem verið mikil spurning og sanngjarn sigur Káa í annar hreinu staðreind. Kíkjum á stigaskorarana. Þar Miguel Mateo Castrillo og Káa með 17 stig, þar af 11 stig bara í annar hreinu. Þvílíkur gæi. Ekki bara að skora og spila frábærlega, hann líka heilir bak við liðið til að spila til þjálfari. Og með 6 stig Gísli Marteinn Baldvinsson, Óskar Fernández Elís með 3, rétt eins og Sölvi Páll, Strafko Kaminov með 2 og Pedro og Hermann Báð með 1 stig. Hjá gesturinn þar Tamas Magyar með 8, Hubert Lasecki með 7, Marcin Grazza með 5, Hafsteinn Valdimarsson með 4, bróðir hans Kristján með 3, rétt eins og Tamas Kaposi og Valgeir Valgeirsson með 1 stig. Kíkjum á tölfræðina í annar hreinu, 25-19 sigur Káa og sjáið þið þetta, af 25 stigum Káa koma 15 úr smössum eða 60%. Hins vegar 8 smarstig hjá Hamar sem er líka ansi gott hlutfall af 19 stigum. Káa með 2 ása, Hamar engan, voru eins og með 4 í fyrstu rinnu. Káa með 2 lömustig, Hamar 3 og rétt eins og í fyrstu rinnu, Káa með 2 blókstig og Hamar 3. Sjá eins og hvað eru fá mistök, þetta virkilega gaman að sjá. Káa fær 4 stig eftir mistök á Hamar og Hamar 5 og þar af eru 3 mistöður hjá Káa, 2 hjá Hamar. Þannig sjá það bæði lið gera bara 2 mistök í opnum leik sem frábært, algjörlega frábært. Og vonandi að við ná að halda bara þessum standard. En við erum að vera klári í þriðju hreinu. Spurning hvort að Káa-liðið nái að halda áfram sama dampi. Og svona líka hvort að Hamar nái að býta frá sér. Þetta var mjög sannfærandi sigur Káa í þessari annar hreinu. Fyrsta hreina mjög jöfn og spennandi. Það var 20-19 fyrir Hamar, þá skorið þið 5 síðustu stigin. Áleik, Strafko fyrir Káa. Ragnar með þessa móttöku mjög góð og þetta frábærlega slegið hjá Tamas Kaposi. Sjáum aftur hérna, það getur að teygja sig í boltaninn, það engar síður að skila boltaninn beint á auðspyrara og Tamas skorar svo fyrsta stigið. Hamar leiðir hér. Mateo eins og fína móttöku, boltinn tilbaka hér á Óskar og frábær pönnufjakaðan. Ég fannst hann að hafa bjargað þessu, reyndist ekki vera. Standa fyrir hérna. Já, ok. Þetta rétt bolti fyrir gólið. Í fyrstu fannst þér eins og hann hefði nú ná að bjarga þessu en nei, hann var með hendina alveg svolítið frá. Þannig að þetta bara hárrétt dómgæsla. Dómgæsla hefur búin að vera mjög góð í kvöld. Rauninni ekkert sem að hefur eitthvað stungið mann eitthvað. Stilinu bolti hér og sjáið Strafko Kaminov.
Það að kasta sér inn að bolta og svo kemur fín háta KA-liðinu en af blokkinu og út og Marcin Grazia heldur áfram að skora hans 7. stig í leiknum. Tók með smá tíma að koma sér á blað en komin núna með 6 stig og öll úr smössum. Til Matteus, boltinn hér á Matteo setur boltan hérna í antennuna eða spíruna og Hamar fær stigið, það er ekkert satt þessu. Og Hamar komið fyrir 3-1 stöðu í þriðju hrinnu. Boltinn er upp á Sölva, Sölvi stekkur vel, frábær hávörn og kjölfarinn er enginn að bjarga þessu og Hamar komið í 4-1. Sjáum við aftur hérna boltinn er hátt upp á Sölva en þeir ná að verjast þessu og setjum þetta á Húbert og sýndur hann hafa náð að ná blokkinni. Strafkó á Matteo, boltinn er að detta í gólfið, já, Matteo skorar. Það var gott stig á Matteo. Klókur hérna. Sjáðu bara hvernig hann ýtir boltanum í hornina og þaðan dettur hann í gólfið. Miguel Matteo, hans tríó. Gjöla geggjar þessi gæi. Og áhugin á KA er að taka kraftinn úr þessu, kemur svo Gísli Marteinn og þeir ná að verjast þessu. Boltinn hins vegar aftur á KA. Kemur Matteo slæðir línu, Raggi með allt á hreinu. Og svo frábær hávörn hjá Matteo. Já, þetta er heldur betur magnað, eins og segja, gæðin í leiknum eru frábær. Lítið mistök og frábæra varnir líka. Beint í kjölfara, Raggi tekur frábæra staðsendingu hérna á Matteo og kemur Matteo bara með blokkinn á móti og hér er frábær blokk á Gísla Marteini og þá er KA búið að jafna í 4-4. Sjáum hérna fín móttaka, boltinn hér upp á Kristján sem er blokkar á Gísla Marteini. Gísli Marteinn komið 3 blokkir í leiknum. Þessi er búin að vera algjörlega frábær í vetur. Og hérna er hann aftur að blokka hans 4. blokk í leiknum. Önnur röð. Og KA er komið hér 5-4 yfir eftir 4 stig í röð. Hermann Bjúring fyrir KA. En þá klikkar uppgjöfum hjá Hermanni. Setur hann út og staðan jöfn 5-5. KA gert fleiri mistök í uppgjöfum, komið 7 klikkar núna. Húbert fyrir gestina. Sölvi missir hann yfir og hérna það Strafko að vera mjög klever. Íta boltanum aðeins yfir og já, þetta endið líka á hann hérna. Já, það var líka dæmt á hann hérna Seilingu. Þetta er rétt. Og frábær hávörn hér hjá Marcin. Hann var komið í 7-5 núna. Smá vandræði með þessar uppgjafir hér og hvar endar þetta? Sölvi lendir á skiltinu góða. Það er kannski bara eðlilegt að það er ekki allt fá þetta smá auglýsingu. En já, við erum
bullandi vandræðar með móttöku hérna á uppgjöfunum frá Húbert Lasecki. Kemur Húbert aftur. Matteo mistir hann yfir, nú séns hjá gestunum, kemur hraður bolti hér á kantinn og smell hittir hann að Marsin. Og þá tekur Káa leikhlé, reynir eitthvað að trufla uppgjöfunar á gestunum, eins og segi, búið að vera smá vandræði hérna að taka móti boltan frá Húbert. Og Hamar 4 stig í röð, komin í 9-5 hérna. Eins og segi, ég minni aftur á að annar leikur í úrslitakeppni kvenna Káa og Aftureldingar er annað kvöld klukkan 7 í Mosfellsbænum. Káa leiði það inn við 1-0 og mikilvægt fyrir gestina. Rétt eins og Káa hér í kvöld á Hjallametinn. Þetta er eins og frábær Hávard hjá Marcel Gracia. En við veitum nú hvað er að dæma? Hvað eru þeir að dæma? Það þarf að sjá það aftur. Já, þessi að Matteo hafi slegið hann í Hávard og út. Jæja. Við tökum því, það er bara þannig. Jæja, Matteo þá í uppgjöfinni. Þegar hann stuttan og brast þarna á gestunum og boltinn dettur í gólfið. Já, þau vonandi aðeins að snúast. Og Káa með 2 stig í röð, 7-9. Kemur Matteo. Raggi með smá bras í móttökunni, svo kemur hins vegar afturlínu bolti sem að lendir á Matteus. Kemur Matteo með hörku bolta. Kristján ýtir hann yfir og Kristján fyrir netið. Já, Kristján fyrir netið. Ég gat ekki séð annað að Kristján slæði netið. Kemur hérna. Sigurbjörn Árni er nú eitthvað að fara yfir þetta. Þetta að Strafko hafi farið netið. Gæti reyndar verið að Strafko hafi farið netið undan. Þannig að staðan er þá 7-10, Hamar í vil. Kemur Marsin fyrir gestina. Setur hann í netið, jæja. Þetta er að jafnast út hér. Sjötta uppgjöf sem klikkar á Hamar. Sölvi Páll fyrir Káa. Fínt bolti og þeir ýta alltaf yfir. Og kemur hratt uppspilið. Sjáu þið varnarleikinn hjá Ragga. Og það fæðist eiginlega reiður fyrir hans hönd. Það skulle enginn fagna með honum. Sjáu þið varnarleikinn hjá honum hér. Boltinn upp á Gísla og Gísli bombar hérna gríðarlega erfiðum bolta. Ragnar sem að pompa niður og á þetta stig skuldlaust. Það fagnar enginn með honum. Já, hérna hér. Ja, boltinn á Óskar. Óskar kýlur hann yfir á endanum. Afturlínu bolti hér langt út og Káa minnkar aftur í 2. Óskar að blokka hérna næra eins og það er að kýla hann yfir.
Svo kemur afturlínu bolti hér sem lengst út og KA-liðið lætur á eðlilega vera. Gísli Marteinn kemur hér fyrir KA. Setur hann út eins og það hann var ekkert langt úti hjá honum en úti var hann og aftur fylgjast eða munur. Jæja, Strafko upp á Hermann og þeir ná að verðast þessu. Jæja, Strafko upp á Matteo. Reynir að íta honum aftarlega en við erum vandræði með þetta og svo skokkaboltinn hérna. Sjáu þið! Björgurinn hjá Óskari, frábærlega gert hjá honum og í kjölfarið það nær Matteus í vörninni. Boltinn svo á Matteo laumar en þeir eru mættir undir hérna. Húbert gerir það þarna og svo kemur lauma á móti og Sölvi tekur það. Matteo hér, langt rally, frábært rally núna og sjáu þið vörninu hjá Matteus. Svo kemur Óskar, þá klikkar hann, laumar of stutt. Ætla að sneiða fram í hávörðinni stutt þarna en setur of lítinn kraft í þetta. Vá, þarna loksins kom rallyið sem maður búinn að bíða hans eftir. Og ég bara svekkja að það skulle enda svona. 13-9, Hamar með smá tak á þessari þriðju hreinu en fljótt að breytast. Já, Hermann við staðsettur að stoppa hann að bolta og svo kemur Matteo með boltan í hávörðina og út. 21. stigið hjá honum, 4. stigið í þessari þriðju hreinu. Vel gert, virkilega vel gert. Og talandi gott hratt uppspil þessi bolti á Hafstein. Virkilega góður. Og beint í kjölfæri þá kemur Hafstein með smá derring hérna yfir völlinn. Hann er bara skammaður hér að dómaraleysins. Bara, hann vil ekki sjá þetta. Ég er kannski alveg að því máli. Gaman að með sig við svona smá trash-talk og smá attitude. Jæja, Strafko á Hermann og Hermann er að skora. Já. Treður boltanum yfir endanum. Hans annað stig í leiknum. Já. Það er að skóplónum þarna niður beint. Minnkar í 14-11 upp. Þurfa hann á að tengja nokkur stig. Allra fyrst, Óskar Fernández, Elís. Nóttu hérna mjög góð og þetta er eins og mögnuð hávörð hjá Miguel Matteo Castrillo. Hann getur gætt að skora, frábær hávörðina hjá honum og KA vingar í 2. Kemur Óskar. Þægileg bolti fyrir þá og kemur afturlínu bolti og þessi er í gólf, þessi er beint í gólf. Strafko vildi meina að hann hefði stigið að línu upp, það er held ég bara ekki rétt. Hann var tæpur en hann er klárlega ekki að stíga á línuna og Tamas skorar hér sitt 9. stig. 15-12, Hamar er að virðast hann á að halda í frumkvæðið. Þeir eru á Matteo skoppar hérna á hávörninni og það er svo Hafstein sem er að halda hann gangandi. Reyna að íta boltanum hérna en Strafko tekur hann, þá kemur Matteo og nú er Matteo blokkaður. Já, gott þetta var ekki Marsin sem tók þetta, mér sýndist það, sjáum þetta aftur hérna. Jú, þetta er Marsin. Og hann komið þá með 9 stig, hans fyrsta stig sem er ekki smass. 16-12.
Æja, boltinn upp á Hermann, blokkaður en fljótar bregðast við Gylfi Matteo og hann líka blokkaður. Og Gylfi Matteo aftur og hann blokkaður út. Þá á þetta stig. Ekki var það fallegt en Matteo nær að setja blokkina út. Háhornin mjög góð hjá Hamar en enga síður þá KA sem fær stigið. 16-13 núna, Hamar svona farið að nálgast þetta en það svo nóg eftir. Og þessi bolti í antennuna eða spíruna góðu og KA fær því stigið. Það var þetta frábærlega spilað. Setja boltan þetta yfir Kristján á miðjunni, Háhornin hoppaði í Kristján en boltinn hins vegar í antennuna í úrvalsstöðu þessi Háhornin náttúrulega fór á Kristján á miðjunni og svo klikkar uppgjöfin hjá Hermanni. Áfram KA að klikka aðeins meira á uppgjöfunum. Matteo býður hérna Gíu að taka leikhlé en við vorum í miklu vandræðum með uppgjöfuna frá honum Húberti áðan og við ætlum bara að taka hann strax úr umferð með að taka leikhlé og vonandi að það virki. Já, síðustu stigin. Þetta búið að vera svona 2-4 stig núna síðustu myndunar. Sjáum hérna stigaskorið hjá Miguel Matteo Castrillo, 23 stig og næstu menn eru svo hérna þeir 3 félagarnir, Húbert, Marcin og Tamas, allir hjá Hamar en hjá KA svo Gísli Markið með 8. En jæja, leiklið búið, ætli það hafi bitið eitthvað á hann Húbert en segi hann var virkilega sækjur uppgjöfum á hann, kemur svo uppgjöfunu sína en hann setur hann út. Já, við skulum gefa Matteo það að þetta leiklið hafi svínvirkað hjá honum. Rosalega gott að þurfa ekki að fá hérna erfiðar uppgjafir á sig hérna. Og hvað nú? Þeir ná að bjarga þessu. Og svo Gísli klár í Háhorninni, skilur yfir, nú KA í góðum séns, Strafkó á Gísla, frábær vörn hins vegar hjá Húbert og Háhornin fín. Strafkó velur Matteo með hörkubolta og Ragnar með stórkostlega björgun, við skilum yfir. Og þá kemur Sölvi og boltinn af Ragnari yfir, Ragnar allt í öllu núna. Kemur Matteo, hann setur hann út og enn og aftur Raggi að spila frábærlega í líberarstöðunni og ég aftur reiður fyrir hans hönd að þeir skuli ekki fagna meira með honum. Hamarsmenn Hamar 18-15 yfir hérna fyrir endasprettin. Þá klikkar uppgjöfin hjá Marcin. Þetta er búið að vera smá jafnvægi í þessu 2-4 stig núna undanförnu. Nú má Sölvi Páll helst ekki klikka. Það rosalega sterkt að fara að ná að jafna metin. Allra fyrst kemur frábært uppspil á þetta mjög góð vörn hjá Sölva, kemur boltinn á Matteo og þarna nákvæmlega enginn og Miguel Matteo Castrillo heldur áfram að skila sínu 24. stigið hans og minnkar það hér í 18-17. Einstigsmunur.
Sölvi. Þægilegt fyrir Ragga. Það er hann að sleppa sér upp hérna á Ragga. Og býttu nú við! Seiling! Sjáum þetta aftur hérna. K.A. komið stíið. Býttu nú við. Þarna sá ég nákvæmlega ekkert athugavert við Hamarsmenn. Reyndar svona segja alltaf hreint út, ég er svona ekki mesti sérfræðingurinn, en ég sá ekkert athugavert við þennan bolta. En þeir eru eins og fluttur að svara Tamas Magyar með þetta stig hér, með að halda í frumkvæði fyrir gestina. Skoppar þarna á háurðinni hjá Óskari út. Matthías eins og ofta áður reynir að bjarga þessu, en nærði ekki. Kristján Valdimarsson fyrir Hamar á Matthías og þarna sjáum við klókindin í Stravko Kaminov. Finnur það er engin klár núna, þeir eru svo vanir í að sé alltaf að leita að liðsfélögunum. Skópar sem bolta í gólfið, þriðja lauman hjá honum, fjórða stigið hans. Jafnar í 19-19. Stemningin virkilega góð í Kamerunu. Þá er komið að Andra Snæ. Andri Snær með hennar bolta. Fínn bolti, Valgeir missa hann svolítið aftarlega. Fær hann tilbaka. Brynjar að lauma, Matteo tekur það. Stravko upp á Óskar. Óskar upp og slær hann vel fram í háurðinni, en fín vörn hjá Valgeiri. Boltinn nálægt netinu hérna háurðin og þá klára að loka. Aftur út í Valgeir og hérna var Stravko ekki alveg viss að þetta var upp í blokkinu eða ekki. Boltinn svona skrúfast af Stravko á endanum og Valgeir kemur hér með sitt annað stig. 20-19, þá er Tamas Magyar með uppgjöfina, situr hann langan, en Sölvi tekur hann, kemur á Matti. Matti verður aðeins að stoppa þarna, missir það aðeins tempóið og fyrir vikið setur hann boltan út. 21-19, svekkjandi að missa þá strax aftur frá sér eftir að ná jafnarmetin. Þessi var úti, það er bara þannig. Matthías spilir það upp á Óskar. Óskar er nálægt netinu, háurðin tekur þetta. Kemur Matteo afturlínu. Frábær bolti á Matteo, hann slær boltan svo ógeðslega vel. Það er alveg sama í hvaða stöðu gæinn er, þegar hann skorar sér 25. stig. Frábær háurðin á að blokka Hafstein hérna og kemur Matteo og býttu nú við hvað þannig að hér. Já, þetta var mjög skýrt. Sjá hérna, hann er afturlínu og stígur all hressilega á línuna, þannig að þetta er hárrétt hvað er stígið. 21 þegar að Hamas tekur fyrra leikli Hamas hér í þriðju hrynu. 21 gott fólk. Hamar búið að vera með frumkvæði alla þriðju hrynu. K.A. skyndilega búið að jafna metin hér fyrir endasprettin og þetta verður heldur betur stál í stál. Sjáum hérna samanburð á þeim Matteo og Tamasi Magyar. Matteo 25 stig, Tómas með 10. Matteo skoraði 11 stig í annarri hrynu. Sjáum 20 stig hjá Matteo úr snössum, 7 hjá Tamas. Tamas er með 2 ása, Matteo 1. Báðir með eina laumu, Matteo eins og með 3 blokkir. Og svo líka virkilega gaman að sjá að Tamas er með 14 uppgjafir, allar hefnaðar, og Matteo með 8 og einnig allar hefnaðar. Skemmtilegt að fara þessum smá samanburð á leikmannum, en höldum áfram hér. Kemur afturlínu, smass hérna, og hann ekkert langt frá því að Matteo þess að ná að kýlina bolti við loftið, en skrúast lengst tilbaka og Hamar
22-21 yfir núna. Valgeir í uppgjöf fyrir gestina. Stravko á Matteo, blokkaður og blokkaður inn. Og Hávarninn skorar hérna mikið á stig fyrir gestina. Mér sýndist að vera Hafsteinn sem tók þetta. Vel gert hjá hérna Hermanni. Það er að bjarga hérna erfiðum bolta, svo kemur Stravko á Matteo. Matteo skorar, hann getur ekki hægt að skora þessi gæi. Ekki var það Birkir, þetta var Matteo. Lögum þetta eftir. Jæja, 22-23, Óskar Fernández í uppgjöfinni og þá tekur Tamas seinna leikliðið sitt. Þá getum við lagað þetta stig sem settum óvart á Birki. Og ég var reynda alveg til að sjá Birki skora gott stig hér í kvöld. Það var erfitt að skora þegar þú varst ekki inn á. Já, eins og ég segi, það búið að vera mikið flak hér fyrir norðan síðustu daga. Frábært öldungamót helgina, föstudag, laugardag, sunnudag. Og þar léku listi sín ykkur 146 lið. Og gaman að sjá, það eru alveg þó nokkur úr þeim liðum hér í KA-miluna. Hér er Óskar að skora, ás fyrir KA-liðið. Óskar Fernández Elís. Sjáum hérna kemur tappinn og ég Valgeir sem var í vandræðum hann að við sýndist það. Og staðan núna jöfn 23-23 og hann er svo strax kippt út af. Óskar kemur yfir á fleygiferð. Svo létta núna kemur Bittunauk. Hver fór í netið hérna? Hver fór í netið hérna? Matteo, þetta var brjálað. Já, ég held að það sé rétt. Það er endurtekið. Það var með mjög heitt í hamsi hér. Sjáum það eins og það er að Marsin, hann gjörsamlega festist í netinu. Matteo er brjálaður. En það er búið að dæma að mér fannst allavega endurtekið bara, sem er alltaf mjög gott í blækki, þú ert ekki viss, en ég gat ekki séð betur að þetta væri bara hreint net á Marsin, en skiptir ekki máli, það var endurtekið. Nú snýst þetta að menn haldi haus, bæði lið eru brjáluð. Þá er kannski bara flott að niðurstaðan hafi verið endurtekið. 23-23, Óskar Fernández heldur áfram í uppgjöfinni. Við gerum þetta bara aftur. Jæja, Óskar Fernández kemur hér. Bolti, mótur hann góð, eins og kemur afturlínu bolti af Hávarninni og Matteus nær ekki að stýra þessu. Hamar komið í 24-23. Sjáðu hérna fínt bolti af Hávarninni og Matteus nær ekki að stýra þessu. Tamas Magyar komið með 12 stig í leiknum. Þá er Hafsteinn komin í afturlínu og í uppgjafastöðunni. Stjórn á Óskar, boltin hér upp á Matteo á Hávarninni og hvar endar þessi bolti? Hún getaði klárað þetta en Stravko mættir undir. Matteus aftur á Matteo á Hávarninni og þessi leikur boltin í leik.
Boltinn hér af hávörninni, Sölvi heldur hann gangandi, gefur hérna aftur á Matteo, við leitum alltaf á Matteo, Matteo jafnar, knýr fram upphækkun, glæsilega gert, það vissu allir að þessi bolti var að fara að Matteo, enda 3 eða 4 í þessu rally, allir að Matteo, en málið bara hann skilar alltaf þessum stigum, og ég fætti það svo mikið, ég var á setni að endur sína, 24 upphækkun hér í þriðjur hinnu og Hermann Björring Ottosson í uppgjöf fyrir Káa. Kemur Hermann hér, þetta er mjög góð og er fullt af sensum og núna heppnast það sem ég ætlaði að gera áðan að setja uppspilið hérna yfir Kristján á miðjunni og hávörðin fyrir öll í Kristján og Marcin Grazia spansar svo boltanum í gólfið, setja hann í spírun áðan og Hamar aftur núna í stöðu á að klára þriðju hreinu, 24-25. Mótur eins og fín hjá Sölva, kemur boltinn á Matteo en vörnin góð þarna hjá Húbert, íta boltanum yfir. Stravko á Matteo ítir honum en vel varist hjá Ragga og hávörðin frábær hjá Sölva, hann var einn í hávörðinni, boltinn svo aftur á Matteo ítir honum beint á Ragga, við þurfum að sækja Pétur og svo kemur boltið hérna af hávörðinni og út og Tamas Magyar er að klára þessa þriðju hrinu fyrir Hamar, sjáum þetta aftur hérna. Hann skoppar hérna af hávörðinni á Sölva og ekkert þess að segja, Hamar klárar upphækkuna 24-26 og leiðir núna 2-1 í hrinum og þurfa aðeins eina í viðbót til þess að klára hennar leik. Já, hér, spennan í þessu er algjörlega geggjuð, frábær leikur og ég ætla bara að reyna að vona að við fáum ottarhinnuna. En sjáum hérna að Káa komst yfir í 5-4 eftir að Hamar hafði byrjað betur. En svo var Hamar með frumkvæðið alla hrinuna. Káa náði jafna metin undir restina og knúði fram upphækkuna 24-24. En Hamar vinnur 24-26 að lokum og leiðir núna 2-1 í hrinum. Sjáum hérna stigaskorið hjá Káa, Miguel Matteo Castrillo 27 stig, 6 stig í fyrstu hrinu, 11 í annar hrinu, svo 9 í þeirri þriðju. Gísli Marteinn Baldvinsson er svo með 8 stig, Óskar Fernández með 5, Stravko 4, Sölvi Páll 3, Hermann Björring 2 og Pedro José Lozano er með 1 stig. Sjáum hjá gestinum, þar er Tamas Magyar stigastur með 13 stig, 4-5 í hrinum hjá honum. Marcin Grazia með 10, Húbert með 9, Hafsteinn með 6, Tamas 4, Kristján með 3 og svo Valgeir Valgeirsson með 2 stig. Kíkjum á tölfræðina í hreinu 3, 24-26 sigur Hamars eftir æsti spennu undir lokin. Káa skorði 9 stig úr smössum og Hamar 12, dró aðeins úr smössunum og Káa voru 60% af stigum Káa úr smössum áðan. Bæðilið með 1 ás, Káa með 3 laumur, Hamar enga, Káa hins vegar með 4 blokkir gegn 3 og þar fór Gísli Marteinn hamförum. Mistök mótherja 8 hjá Hamar, 10 hjá Káa, þarna voru aðeins fyrir mistök en þessi spennustig er hátt. Og kannski áhund að sjá núna bara leikinn í heild sinni. Sjáum hérna 19-25 sigur Hamars í fyrstu hrinu, Káa svaraði með sömu tölum í þeirri annari 25-19. Hamar vinnur svo þriðju hrinu 24-26. Sjáum að Káa er búinn að skora 33 stig úr smössum gegn 30. Ásarnir 3 hjá Káa gegn 5. Laumundar 6 hjá Káa gegn 3. Og blokkirnar 8 hjá Káa og blokkirnar 9 hjá Hamar. Og mistök mótherja eru svipuð. Finnst ég ákaflega jafn leikur en breytir því samt ekki að þrátt fyrir flotta endurkomu hér í þriðju hrinu fyrir að vera undir allar hrinuna er Káa 2-1 undir og Hamar er í ansi góðri stöðu hér á að reyna að klára þennan leik. Í 4. hrinu, Káa þarf hins vegar að vinna 4. hrinu og knýja fram 8. hrinu.
gleymum því ekki að KA-lið þarf helst að vinna leikinn í kvöld. Ef að Hamar vinnur þá er komnir í 2-0 í þessu einvígi og þá vantar aðeins einn leik til að klára þetta, en nú er ég komin aðeins fram á mér. En alltaf verða klárt hér fyrir 4. hrinu. Þessi langir dagar í KA-svæðinu þessa dagana. KA nýbúið að vinna frábæran sigur í bestu deildinni í fótboltanum 4-2 á FH hér á KA-svæðinu. Og núna klukkan korter í 10 erum við að fylgjast með þessum leik hjá KA og Hamar. Það er nóg eftir. Vonandi fá 8 hrínuna. Svefn er algjörlega ofmetinn. Það er bara þannig. Þessi leikum á bara langt fram í kvöldi. Það er bara þannig. En við erum klári að byrja þetta aftur. Húbert fyrir gestina. Setur hann inn. Hann er dæmdur inni. Sölvi er ekki sammála þessu. Ég bara sá þetta ekki alveg nægilega vel. Við sjáum þetta í endursýningunni. Húbert með sitt 10. stig. Nei, það sést ekki í miðdeildinni. Aðeins sterkari að bregðast við. Þarna fannst mér hann stíga á línuna, en hvað það? En það skiptir ekki máli því að Sölvi bombar sem bolta í gólfið og svarar hér í 1-1. Sjáum við uppgjöfuna. Já, ég sé alveg með þá hreinu að þarna steg Húbert á línuna í uppgjöfinni, en sem betur við fyrir KA þá skiptir það ekki máli því að Sölvi bombaði boltan í gólfið. Og hér er Hafsteinn að skora baráttu stig hérna. Hann treður boltanum hérna fram hjá Gísla. 7. stig Hafsteini. Hafsteinn mjög stöðugur í sínum leik. Það kemur svo alvöru svar frá Gísla. Rætt uppspil af Gísla og skorar hér sitt 9. stig. Góður bolti hér á Valgeir og Valgeir skilar þessu í hárnina og niður. Boltinn er upp á Matti og skoppar á netinu, en þeir ná að verða þessu og kemur þessi bolti er á leiðinu út, en Óskar reynir að bjarga honum. Það vil meina það að halda hann að fara á hárinu. Það er ekki bara gamla og góða til þess að reyna að bjarga sjálfur sér. Held það nú. En Tamas Magyar kemur Hamar í 4-2. Strafgó á Gísla Martin, hvað ætlar að gera í þessu? Það er ekki séns að verðast við þessu þegar þessi félagar eru að tengja svona vel. Kemur strafgó og háetin er sko rétt að bregðast við þegar bolti fyrir gólfið. 4-3. Já, því vorti á Matti og boltin svo aftur á Matti og þeir ná að koma yfir. Nú þurfa að nýta ykkur sénsinn. Strafkó, Kaminov á Gísla. Gísli skorar. Það þarf ekki alltaf að vera fast. Og hann er að jafna hér í 4-4. Fengum þetta fínan séns. Þeir voru eins og mjög óvistir í hávörðinni hvar Strafkó ætla að setja boltan. Þetta á að Gísli las vel í völlin hérna og klikkar uppgjöf hjá Sölva. Sjáum við 10. uppgjöf sem klikkar á KA. Hamar klikkar á 8. Mjög
Svipu tölfræði. Ja, Stravko upp á Óskar, Óskar blokkaður en Gísli mættur undir, vel gert hjá honum, kemur Matteo og slær hann út. Já, ekki alveg að falla með KL núna. Vel gert hjá Gísla hann á fljótur að breiðast við, svo kemur Matteo hann og hann er bara svo búinn að slá hansi marga bolta í kvöld. Ekki hafa margir að klikka. Þessi klikkar eins og er. Og hérna kemur Matti, fyrir ekki með Óskar með stórkostlega smaðs beint í belginn. Beint í belginn hérna á Tamas Magyar. Migard í 1 stig aftur. Gísli Marteinn fyrir Káa. Bolti yfir og Kristján blokkaður. Og þeir kom ekki boltanum yfir, frábærlega gert. Frábærlega gert hjá strákurum og svo í kjölfarið náðu Hamarsmenn ekki að skilja boltanum yfir. Gísli Marteinn. Bolti og þar endar þessi Tómas Magyar en fínt fyrir Sölva, svo kemur Matteo bara bolta á Ragga, Raggi bolta beint upp í loft og já, þetta er rétt tvíslag hér á Gísla Marteinn, bolti skrúa svona aðeins í höndunum á honum og ekkert þess að segja. Já, þetta sést ekki mynd og Hamar 7-6 yfir hér í 4. hrinu. Stravko, Kamenov á Óskar, Óskar blokkaður. Sjáum þetta aftur hérna. Já, Húbert með blokkina. Nú var það hann Marcin Gradza með blokkina. Já, erfið kafli núna sem Hamar voru að gera 3 stig í röð og Káa tekur leikhlé. Svo segi það blak heimurinn á Íslandi haldi nú örugglega með Káa í þessum leik. Viljum að úrslita inn í dragist aðeins á langinn. Nennum ekki að klára þetta í 3 leikjum. Það sé það ekki sama eins og segja morgun í Mosó. Þannig að Káa sækir afturhendingu heim í öðru leik kvenna. Káa eins og segja 1-0 yfir þar. Hamar 1-0 yfir hér og 2-1 yfir í þessum leik hér í kvöld. En jæja, Valgeir er mættur aftur. Sölvi með móttökuna á boltinu frá Matti og afturlínu og skorar! Boltinn skrúfast upp í tjaldið, upp í lofti. Matti var skorað sér 28. stig, eins og gæinn meiddist aðeins í fyrsta leiknum í einvíginu. En þökkstu því að það sé ekki búið að klára Íslandsmótið fyrir öldung og fékk hann þarna 8 daga til þess að jafna sig og er heldur betur búinn að eiga frábæran leik hér í dag. Á Matteo á hávörninn og skorar. Jájá, 29 stig hjá honum. Þau verða bara fleiri því að þessir væntanlega eru farin að þekkja. Þá leitar Káa pressilega á Matteo þegar mest liggur á. En Matteo gæti nú lítið gert þarna. Slegið hjá Marcin Gradza. Finn upp á hann og
Slæðir hérna frábælega með frá línu. Kemur þessu aftur í 2 stig. Kristján. Beint á Mattheus. Mattheus klikkar ekki venjulega. Og bras á þeim. Skilja boltann yfir og já. Káa fær stigið. Sýnist hann hafa stíð hér á, stígur á línuna. Hann er í eftirlínu, má hann ekki fara svona framalega. Káa-liðið fær stíið, hárrétt. Sefið Árni með allt í teskið hérna. Sem það skopar á netinu, Óskarinn var nær að vera til að gefa Matteo hinum megin. Matteo með frábæran bolta og er að jafna metin í 10-10 og er að skora. Stig númer 3, 10. Sjáu hvað þetta er auðvelt fyrir hann þegar sérstaklega eins og þarna þegar háirnin er ekki alveg klár, þeir eru ennþá komið sér í stöðu. Þá refsar hann leið. Þessi boltið út, ekkert touch, ég fullir það, ekkert touch. Og Káa komið yfir. Sjáum þetta aftur hérna, fastur bolti á kantinum, en nei, það fyrir yfir háruna og Mattheus fljótur að fatta það að láta boltan fara. Káa með 3 stig í röð núna á móti, komið yfir. Óskar, fínt bolti og móttakan góð, afturlínu bolti í háruna. Og aftur er háruna góð, þeir eru í smá brasi núna gestirnir, skýr hann bara yfir. Nú þarf Káa þetta sénsi, boltinn á Matteo, ótrúlega satt á Matteo skorar. Þessi gæi, guð minn góður, hvað hann er góður í blaki. Kemur Káa hér í 12, 10, 4. stigið í röð og þá tekur hann Tamas, þjálfari Hamars, leikhlé. Bæði lið búin að taka 1 leikhlé hér í 4. hrinnu. Þetta er svona búið að sveiflast svolítið. Hamar byrjaði betur, nú Káa eins og kom með 2 stiga fórustu eftir að skora 4 stig í röð og þeir bregða þar á að taka leikhlé og reyna kannski líka aðeins að losa pressuna. Gjörnar hjá Óskari bara fínar. Hann hefur þetta oft svo sem pressað meira úr uppgjörum heldur en að gera akkurat núna. En Káa er búið að klikka á 10 uppgjörum í leiknum á móti 8 og þeir vilja bara hætta að gefa þau stig frá sér. Svolítið síðan við sáum ás hjá Káa-liðinu. En Káa er með 3 ása í leiknum, Hamar með 6. Þannig að sjáum það Káa klikkað á fleiri uppgjörum, samt skorað færri ása. Býtur leiklið eitthvað á Óskar, sjáum við til. Óskar Fernández, bara örugt hjá honum að vanda og þessi boltar net, þetta er 4, já. Ekkert snerting hérna. Og sjáum við aftur hérna. Góð bolti aftur línu, en boltinn eins og beint í netið, kemur ekki nálægt Sölva og dæmt 4 slag á Hamar. 13-10. Áfram heldur góðu kafli á Káa-liðinu núna. Óskar. En er hann að setja boltan alltaf á. Hann Marcin. En Marcin bara með góða móttöku núna og skorar svo, sjáum við aftur hérna. Slegið hjá Marcin og hann náði loksins að losa þessar stöðu gestirnir. 13-11 núna fyrir Káa. Nú eins og það er smá vandræði, Húbert fyrir gestina. En hann setur í netið! Það voru miklu vandræði með móttöku á uppgjöfunum frá Húbert en hann er bara klingar núna 2 í röð. Og strákarnir sleppa aftur við það að þurfa að díla við hann. Hermann fyrir Káa. Íta boltanum undarlega hérna, Valgeir með allt á hreinu. Og þessi bolt er inni, það er bara hárrétt, hann er inni.
mjög vel slegið. Já, Marcin Gradza komið 14 stig. Sjáum við aftur hérna algjörlega ofan í hornið og kemur þessi 14-12 og Sölvi, já, það rýta hann yfir. Vel gert hjá Óskari, erfið bolti sem hann er að skila beint við í gólf og svo kemur bolti frá Matti og út og þetta er aftur að jafnast. Já, þessi var út, það er bara nákvæmlega þannig. Kemur upp á Matti og slæðir hann út, ekki var hann langt út en úti er hann. Og aftur klikkar uppgjöf hjá Hamar. Og skyndilega er það bæði lið búin að klikka 10 uppgjöfum. Og hér kemur ásinn sem ég ætla að segja var orðið langt síðan. Það er Miguel Mateo Castrillo. Kemur með hann. Fjórði ásinn á Káa og Káa komið 16-13 yfir. Mateo aftur. Setur hann að Raggi eins og var næra að berga þessu. Valgeir setur hann yfir. Móttakan fín hjá Mateo. Fær hann svo aftur að sjálfsögðu og finnur ekki snertingu þarna. Þetta var klálega að leita snertingu. Og Hamar fær því 14. stigið sitt. Já, hér, þetta ætlar að verða heldur betur spennandi. Kemur Hafsteinn fyrir gestina. Móttakan fín hjá Sölva, Stravko, hratt uppspil á Gísla. En Hafsteinn með líper og vörn þarna. Kemur boltinn á Mateo aftur línunni og setur hann út, sýnist mér. Hann er alltaf dæmdur úti. Sigurður Árni vill menna þetta sé endurgefið. Við sjáum þetta ekki myndaðinni. Sigurður Árni ætla að ræða saman dómararnir. Þarna verður Hafsteinn að sýna þeim smá virðingu og gefa þeim ræði til þess að ræða saman dómarunum. En Hamar á stíð og ég held að það sé rétt. Mér sýndi þessi boltur á Matti að vera úti. Æja. 16-15 núna, Hafsteinn aftur í uppgjöf. Kemur Hafsteinn. Þetta er svo vel gert hjá Óskari, boltinn á Gísla. Núna gengur þetta upp hjá þeim. Þú er að stórkostlegt vopn hjá Káa-liðinu í kvöld. Hraða uppspilið frá Stravko á Gísla. Þeir félagar að tengja stórkostlega saman. Það séu að Gísla komið 12 stig. Það er 8 á smössum. Ég held að séu örugglega 8 eða 7 af þeim eftir það frábæra hraða uppspil sem að Hamarsmennir eru miklu vandræðum með að eiga við. Og hér klikkar boltinn á Kristján og hann nægir ekki að stýra honum betur en svo að boltinn fer út. Sjáum þetta aftur hérna. Það kemur uppgjöfun. Þetta er fín staðans með Ríja en ekki hvort að Kristján er að hoppa á seint þarna. En allavega þarf að tegja sig hátt í boltan. Kannski þau eru bara betra að láta maður fara á kantinn. En niðurstaðan er allavega engu síðu svo, boltinn fer út af. Og hér nær hann hins vegar að bjarga sér aftur. Nær að lemja boltan hann gegnum háhortana hjá Íslamartinni. Kristján Valdimarsson komið 4 stig. Þetta er ennþá galopið, 18-16 fyrir Káa. Þeim þykja að Káa-liðið verður að vinna hrinuna til þess að fá 8 hrinuna. Og hér er frábær hávörn hjá gesturum, sjáum þetta aftur hérna. Óskar hérna og já, mér sýnist það nú vera hann Húbert sem að tekur þetta. Já, kemur Mateo blokkaður, boltinn inn í leik, Sölvi. Krefandi bolti hérna á Óskar, blokkaður og svo kemur boltinn á Mateo aftur línu, hann er að laumar út og staðan er jöfn, 18-18. Já, hérna hér sviftingar í þessu heldur betur. Kannski eðlilega aðeins að draga af Mateo. Staðan er jöfn, 18-18. Tamas Magyar menna bolta hann, dettur inn, já, það er hárrétt, þessi er inni.
ekkert því að segja KA-liðið liðs villist í þetta. Þetta beint inn, jájá, það bara þannig. 7. á sínu Hamar. Þeir eru skildar komnir yfir. 4 stig í röð hjá gestunum. Eru þeir að stela þessu? Matthías sem við fína móttöku. Hratt uppspil á Gísla Marteinn og Gísli þrumar sem bolta í gólfið. Sjáum við aftur. Matthías vel tekið á móti og svo kemur frábær bolti frá Stravko á Gísla og Gísli tekur hann að bolta eins og ekkert segja þetta eins og hrísla í höndunum Gísla, hann er bara þannig 19-19. Andri Snær Sigurjónsson kemur það í uppgjörinu fyrir KA. Þeir eru bara komið inn í uppgjörastöðuna og kemur Óskar blokkaður og hann er blokkaðurinn á sér inni. Óskar er nú óánægður en sér inni, þau getur bara ekkert sagt við þessu. Komið rennina, sjáum þetta, frábær hávörð og blokk hjá Kristjáni hérna, 20-19 fyrir Hamar. Valgeir með hennar bolta sem að Sölvi tekur á móti. Stravko upp á Matteo blokkaður, mættur undir sjálfur, kemur Óskar hinum megin og hittir hann alls ekki vel, setur hann út og ég trúi sig þetta virðist að snúa algjörlega í höndunum á KA-liðinu. Sjáum þetta aftur hérna, boltinn á Óskar hittir hann illa og setur hann út. Hamar 21-19 yfir eftir að KA komið í góða stöðu hérna rétt á hann og Gíja Guðnadóttir aðstoðarþjálfari í KA tekur leikhlé. Kíkjum á tölfræðina að hreinu lokinni. Já, ég verða það bara dást af Hamarsliðinu. Þeir halda alltaf bara áfram að spila sinn leik. Sama hvernig staðan er. Það var gríðarlega svekkjandi. KA-liðið næði ekki að knýja fram oddarhinnuna. Voru í góðri stöðuna rétt á hann. Núna þurfa þeir einfaldlega bara að vera með kaldan haus og halda áfram. Valgeirsson fyrir Hamar. Svo góð móttaka hjá Sölva. Kemur boltinn á Matteo skorar! Þarna sjáum við Matteo aftur í gírnum sínum. Og athugið, hann er að skora öll þessi stig núna úr afturlínu. Ótrúlegu gæi, 33. stigið hans. Minnkar til 21-20. Þá er komið að Stravko Kamenov. Búinn að skora 1 ás, kemur ekki ás þarna hins vegar. Fín hávörð að KA-liðinu, boltinn hann í leik. Sitt hann yfir. Stravko upp á Matteo laumar og skorar jafnari 21-21. Að sjálfsögðu og ekki láta ykkur bræða þó allir boltar KA fari núna á Matteo. 34. stigið hjá þessum ótrúlega kappa. Hann er með 34 á árinu. Á nóg eftir. Hún er svo sannarlega alltaf mikið álag á honum. Hvað gerist hér? Fínt hjá Óskari. Boltinn beint á Stravko á Matteo er að koma KA 22-21. 3 stig í röð frá Matteo. Stravko hér á Matteo skorar alltaf á þessari stöðu. Þá tekur Tamas Kaposi síðasta leiklið hér í fjórðurhinu. KA 22-21 yfir. Sveiflurnar núna hægri vinstri. Og guð minn góður hvað þetta er búið að vera magnaður leikur. Algjörlega magnaður leikur. Og ég er ansi svekktur ef við fáum ekki oddarhinnuna í þetta. Kíkjum við aftur á smá samanburð. Sjáum Matteo og Tamas Magyar stigast í leikmennir. Matteo með 35 stig, 15 hjá Tamas. Það er aðeins dreifðara stigaskor hjá Hamarsmönnum. Sjáum Matteo 6 stig í fyrsturinn, 11 í annari, 10 í þriðju og 8 í fjórðu. 28 stig hjá honum úr Snörsum gegn 11 hjá Tamasi. Tamasi sem er 3 ása gegn 2 hjá Matteo.
Æja, fylla tíma hana. Býttu nú Sölvi, nei, það ekki að byggja þessu. Hamar fær stigið, jafnari 22-22. Getjuleg Björgun hérna og það er magnaði Sölvi þegar hann íta yfir. Gekk ekki og Tamas komið hérna með 16 stig, 22-22. Kristján Valdimarsson með uppgjöfina sem að óskar sig á móti. Boltinn á Matteo, núna í kantstöðunni. Bombar þessi gólfið. 37. stig hjá honum. Svo færir hann sig í díastöðuna sem við þekkjum hann best. 23-22 Káa. Spurning hvort hann Strafkó komið með eitthvað óvænt núna. Setur boltan á Sölva. Eða jafnvel miðjubolta á Hermann svo sem ekki sést rosalega mikið í þessum leik. En ég held svo sem að flesti boltinni séu bara beint á Matteo. En hérna er boltinn frá Hafsteini í hávörðina út. Jafnvel 23-23. Hans 8. stig í leiknum. Út frá 2 stig í öllum hrinunum. Þá hlýtur hann nú að sýna smá virðingu fyrir tölfræðinni og skorar ekki meira í þessari hrinu. En þá er komið að Húbert. Hann er búinn að klikka 2 röð. Hvað gerir hann núna? Sjá, hann klikkar 3. Aftur sleppur Káa við að þurfa að taka mótið sem erfið uppgjöf frá honum. 3 klikkar í röð frá Húbert. Og Káa gerir skiptingu 24-23 yfir. Fáum við Gísla Martein inn fyrir Andra. Hermann Björn Ottósson. Það er hérna skilabóð frá Matteo, hvar hann á að setja uppgjöfuna. Gísli frammi ásamt Matteo og Sölva. Boltinn frá Hermanni, hann stoppar að netinu. Hann er eins og var í leik, hér kemur Tamas Magyar, blokkaður. Hvar endar þessi bolti, endar hjá Káa megin. Erfitt, kemur eins og var á Matteo skorar og tryggir 8 hrinu. Þetta er galopið hér í Káa megin í kvöld. 37. stigið hjá Miguel Matteo Castrillo. Og við erum að fara í 8 hrinu, minnsti munur 25-23 hér í 4. hrinu. Guð minn almáttugur hvað þessi leikur er stórkostlegur. Og ég þakka einfaldlega Guði fyrir það að við höfum fengið 8 hrinu. Það verið hundleiðilegt að hætta þessu leiki eftir 4 hrinu. Kíkjum hér á, sjáum að þetta voru þó nokkrar sveiflur í þessari 4. hrinu. Hamar byrjaði betur, síðan kom Káa með flottan kafla, tók yfir. Hamar náði að snúa sig aftur sér í vel hérna. Stuðinu 19-20. En svo var jafnt á öllum tölum. Það staðan var 23-23 og Káa skora svo síðustu 2 stigin og Miguel Matteo Castrillo. Hver annar klárar þetta fyrir Káa og við erum að fara í 8 hrinu. Sjáum stigaskorinn hérna, sjáum við Miguel Matteo Castrillo. Guð minn góður hvað gæinn er að skora. 37 stig, 6 í fyrstu hrinu, 11 í annari, 10 í þriðju og 10 í þessari 4. hrinu sem var að klárast. Gísli Martein með 13 stig, Óskar Fernández Elís með 6 og oft sé Óskar skora meira en það er bara erfitt að skora þegar Matteo sér alfar þetta. Strafkó og Sölvi báð með 4, Hermann 2 og Pedro José Lozano með 1. Hjá gestunum er Tamas Magyar með 16, Marcin Gracia með 14 og Húbert með 12. Sjá það er tölvöld betri dreifing á stigaskorinn hjá Hamarsmönnum. En svo koma þeir bræður Hafsteinn og Kristján, 8 hjá Hafsteini og 5 hjá Kristjáni. Tamas Kapósi með 4 og Valgeir Valgeirsson með 3 stig. Kíkjum á tölfræðina í þessari 4. hrinu sem var að klárast. Minnsti munur á liðinu sem getur verið 25-23 sigur Káa. Aftur er Káa með 15 stigur úr smössum, 60% af sínum stigum. Ekki alveg sama biti í sóttalandi hjá Hamar, það voru 8 stig úr smössum. Káa sem er 1 ás gegn 2, bæðilið með 1 laumu. En sjáuð Káa með enga blokk. Blokkin voru góð í Káa-liðinu í leiknum en það var eins og var engin blokk í þessari hrinu. 4 blokkir hjá Hamarsmönnum sem kannski segja okkur það
að KA-liðið var að sækja töluvert meira í þessum leik, í þessari hrinnu. Kannski mætti meira á blokkinni hjá gestunum og svo þessi bæði lið fá 8 stig fyrir mistök mótherja. En jæja, Odda-Hrina. Odda-Hrina framundan. Þetta ætlar að vera stórkostlegt einvígi og mikið óskaplega vona ég að KA klári þennan leik í dag, en að þetta einvígi verði áfram stál í stál, að verði 1-1 í leikjum. Hamar eins og vann fyrir leikinn, fyrsta leikinn í Hveragerði. Leiðir einvígi 1-0. KA hér búið að knýja fram Odda-Hrinu í KA-milunum og það er Stravko Kaminov sem að byrja þetta fyrir KA. Flottu bolti frá honum og kemur aftur innu bolti hér sem að Mateus ver og Mateo skorar svo fyrsta stigið í Odda-Hrinu, kemur KA í 1-0. Þessi gæi ætla ekki að hætta að skora. 38 stig komin hjá honum. Mikið óskaplega vorkenni hjá honum eftir allt þetta álag. Hann getur ekki tekið rólegan dag á morgun, hann þarf að ferðast í Mosfellsbæinn að stýra kvennaliðinu. Gríðarlega mikilvægur karakter í öllu plagstarfinu hjá KA, Mateo. En þetta er svo fín vörn hjá Óskar, gefur boltinn á Mateo enn og aftur. Og Mateo er að skora! Það halda honum engin bönd. Hann er kominn með 39 stig. Sjáu hérna, Óskar með mjög góða vörn, svo kemur boltinn á Mateo og Mateo er að skora. Guð minn almáttugur. Hann er að hóta hér að fara yfir 40 stigin. Og þetta er svo virkilega vel gert. Þeir gera þetta rosalega vel þegar þeir hóta boltanum á miðjuna og láta boltan skoppa yfir tvíburana. Og svo er það Marcin Gradza sem að klára þetta, hans 15. stig. Það er óþarf að segja yfir boltinn skoppa yfir tvíburana því að hann skoppaði hérna alltaf yfir Kristján. En þessi bolti er út, klikkar uppgjöfin. Þetta er 12. uppgjöf sem klikkar á Hamar. KA ekki klikkað uppgjöf núna í spá tíma. Þetta spila hættulegan leik með að taka það fram. Hamar eins og klikkar núna nokkrum upp á síkastið. KA 3-1 yfir hér í Odda-Hrinu. Og brasa á móttöku og Mateo er kominn með 40 stig. Fljótur að refsa þarna en að sér að móttakarinn er að fara yfir og hvað ætlar að gera í þessum leik? Hvað ætlar að gera í þessu 4-1 KA? Frábær byrjun hér í Odda-Hrinu. Óskar Fernández með hennar bolta sem að fer á Kristján. Kristján er blokkaður og svo kjölfarið dæmt mók hér dæmt á mók hérna á Húbert og KA komið í 5-1 stöðu hér í Odda-Hrinunni. Gleymi því ekki þeir sem að eru kannski svona koma nýinn í blakið að Odda-Hrina er bara upp í 15. Þannig að byrja svona vel í Odda-Hrinunni getur oft reynst gríðarlega mikilvægt. Þú hefur ekkert svo mikinn tíma til að snúa þessu þér í vel tilbaka. En vissulega er þetta bara 4 stig og það er fljótt að breytast. En þegar að annar liði kom í 8 stig þá snúa liðin, skiptum vallarhelming. Og það er oft rosalega andlega sterkt að vera liðið sem leiðir þegar það er skiptum vallarhelming. En jæja, Óskar Fernández heldur áfram fyrir KA hér í uppgjöfinni. KA komið 3 stig í röð. Raggi eins og með fína móttöku. Það er að íta boltanum hátt upp í loft og já, þeir ná að kýla hann upp í loftið. Stravko ítar hann yfir, nú er séns á gestunum og já, þeir nýta sér það vel. Hörku bolti hérna hjá Marcin Gradza. Hann áfram stiga hæstur ásamt Tamas Magyar með 16 stig báðir. Sjáum hérna að
Hermann ekki alveg viss hvar boltinn að enda, en hann ekki alveg kominn í hávörðina og þetta endar á að vera þægilegt stig. Og þá klikkar uppgjöfin hjá Marsin. Já, hérna hér. Þetta rosalega dýrt fyrir gestina með KA búið aðeins inn, ná að stilla uppgjafnana af, ekki búin að klikka hún í svona tíma. Þá hún að Hamar búin að klikka 5 uppgjöfum síðan KA klikkaði síðastu uppgjöf. Æja, Andri Snær fyrir KA. Setur hann á Valgeir og þessi bolti á Kristján. Kristján ekki að slá hana vel og fyrir vikið kemur þá Matteo Castrillo fyrir KA. Kemur KA hér í 7-2, hans 40. fyrsta stig. Sjáum aftur hérna, það bara algjörlega ómennst að fylgjast með þessari frammistöðu hjá Matteo. Ég var hræddur þegar ég vissi að hann hefði meiðst í fyrsta leiknum, en greinilegt að hann búinn að ná sér vel hér í millitíðinni. Þessi bolti af hávörðinni, Óskar tekur á móti, boltinn upp á Matteo. Miguel Matteo Castrillo, hann að skora 40. stigið. Og KA leiðir 8-2 þegar liðin skipta hér allan helming. Já, hérna hér, það nú aðeins kvarnast úr stúkunni, enda klukkan orðið margt. Skóla morgun og vinna og ekki hvað og hvað, en þeir sem eru hérna eru að sjálfsögðu að láta vel í sér heyra. Stemmingin frábær. Jæja, Andri Snær fyrir KA. Mótið hans góð hins vegar og þetta mjög vel leyst hjá gestunum. Hörkubolti frá Thomas Magyar, hans 17. leiknum, og þetta náði að losa stöðu sem við vorum búin í vandræðum með. KA búið að skora þarna. Fengur 60 í röð. Og það skil líka mikilvægt fyrir gestina að þeir fá Hafstein inn í framlínu. Hann búinn að eiga góðan leik. Æja, kemur Matteo laumar honum þarna með frá línu, og þarna sem sérðu kannski munin á því með fullri virðingu fyrir Kristjáni hvað Raggi mikilvægur í líbero-stöðunni. Þarna 43. stig hjá Matteo. Kemur KA 9-3. Og Matteo afturlínu, Valgeir í smá brans með móttökuna, fær boltann svo sjálfur og setur þetta skoppar á netinu. Strafkó upp á Sölva, Sölvi slæðir frábærlega, þessi inni. Þessi boltinn á Sölva heldur inni, og eins og segir, þetta mikilvægt að þó að við séum að eðlilega sem að fresta boltan á Matteo núna, aðrir leikmenn séu klárir þegar kalli kemur, og Sölvi skilar sem beint í gól. 5. stigið á Sölva Páli. 10-3. 5 stig í viðbót sem KA vantar til þess að knýja fram jafna stöðu hér í þá 1-1 í innvíðinu. Spottið hins var út og Hamar fær hér sitt 4. stig. Þá kom að því að klikka uppgjöf á KA. Æja, Strafkó á Gísla. Gísli lemur þetta yfir hávörðina. Þessi bolti virtist vera að leiðina út og svo tekur hann, kemur Matteo setur hann út, já. Og þetta aftur aðeins að jafnast. Enginn sem bjóst ekki við því að Hamar myndi ekki koma eitthvað álöf tilbaka. Staðan núna 10-5 og þá tekur KA leiklið. Já, þetta heldur betur veisla hérna í KA-heimilinu. Odda Hrina, KA leiðir 10-5. Gleymum því ekki, ef að KA vinnur þá er staðan 1-1 og þá öruggt að við fáum
fjórða leik hér í Kámilinu. Samansettið fer í Hveragerði í þriðja leik. Og ef að það verður jafnt 2-2 verður hreinn úrslitaleikur, 5. leikur í Hveragerði. Hamar alltaf deildarmeistari, því með heimaleikarétt. Rosalega mikilvægt fyrir KA að vinna sína heimaleiki. Það þurfur ekki að stela 2 af gestunum. Við erum heldur betur í góðri stöðu hér í oddinum. Matteo tekur enga sénsa þegar hún kíkir á uppröðunina til að vera alveg viss að vera ekki ólegur í móttöku. Jæja, höldu áfram hér. Tamas Magyar menna bolta og hann er inni. Þetta er klaufalegt af strákunum. Lét hann fara og hann pompar hann niður og skyndilega er Hamar búið að mikla til 4 stig. 8. ásinn hjá Hamar. Aftur kemur Tamas hér. Nú þarf það að vera klárir. Já, Sölvi er þessum bolta. Kemur hann á Matteo skoppar hann netinu og já. Já. Mók hér á Húbert. Hárrétt. Þannig að Matteo fær ekki stíðskráð á sig. Já, þetta er ekki spurning. 11-6 fyrir KA. Gult spjald á Hafstein. Hafstein mótmælir þessu dóm. Þetta er bara hárrétt dómur. Ef ég sé þetta, þá er þetta ansi augljóst. Gult spjald á Hafstein Valdimarsson. Hamarsmenn þurfa eins og að halda haus. Þeir héldu ekki haus í 8. hreinunni þegar liðið mætti sér deildin hérna við norðan í vetur. Og hérna kemur afturlínubolti í net. KA er komið í 12-6. Og þá taka þær aftur leikhlé gestirnir. Sjáum við afturlínuspall frá Marcin Gratsak, setur hann í netið. Og KA er aðeins 3 stigum frá því að jafna metin með því að taka hennar leik. Jæja, leiklið búið. Sölvi Páll í uppgjöf fyrir KA. KA kom með 2 stig í röð hérna eftir að Hamar náði að minnka þetta niður í 4 stig. Jæja, Sölvi kemur hér á stað. Fínn bolti, móttakan svo góð og afturlínu smass hérna sem að Sölvi ver og fer upp í loft. Og þetta er þá gott stig enn og aftur hjá Tamas Magyar. Sjáum hérna. Fyrir upp á hann í afturlínunni og Sölvi missir hann upp í loft. 19. stigið á Tamasi, það er þetta virkilega vel gert. 19 stig í sama leiknum og það er bara svolítið það er ekki svona helmingur sem Matteo er búinn að skora. Hér er Óskar að hótast í það er eitthvað klúður hjá Valgeiri þarna. Hann var búinn að ná í boltan en nær ekki að stýra boltan. Við sjáum þetta boltan á Óskar. Óskar með hörkubolta, Raggi nær nú að stýra hún okkar upp í loftið en eitthvað misreiknar Valgeir boltan og þetta er rándýrt. 13-7 fyrir KA og þá kemur til leiks Draupnir. Jarl Kristjánsson ekki búinn að koma inn á í leiknum til þessa. Kemur þetta ískaldur í oddahrinnuna. Draupnir, já, bara frábæra vanda. Kemur afturlínu bolti hér og Draupnir reynir að verjast þessu en það er ekki að stýra honum. Það var nú erfiður bolti frá Tamas, hans 20. stig í leiknum en Draupnir að setja mikla kröfur á sjálfan sig og hann blótar sér hérna svolítið en Hamar minnkar hérna í 13-8. Þetta er inni. Aftur er Óskar að boltan fara sem hann hefði það taka frekar. Auðvitað segja það svona eftir á.
eða hérna upp í stúku. Hafsteinn Valdimarsson kom með ás hér, hans 9. stig í leiknum. 9. ásinn á Hamar, K með 4. K var engu að vinna með 4 hér í 8. hrinunni. Sölvi með góða móttöku, Stravko á Matteo á hárninni. Matteo lengi í gangnum aftur. Matteus með bolta hérna sem að Stravko ekki að stýra. Nú heldur betur farið að vera draga mönnum, enda langur leikur, búið að taka mikið af mönnum. En vel verða að finna aukakraft til að klára þetta. 13-10, Hamar enn að berjast við að koma sér aftur inn í þetta. Hafsteinn með hennar bolta sem að Sölvi missir og þetta aftur ás hjá Hafsteini. 13-11. 10. stigið á Hafsteini, sjáðu það. Hann búið að skora 2 í öllum hrinunum. Þess segir ykkur það að þetta leiklið mun bitna á honum. Mun býta á hann. Káa tekur sem sé leiklið. Þá leikliðin búinn í 8. hrinunni. 4 stig í röð frá Hamar og þetta aftur orðið galopið. Jæja, Hafsteinn klár aftur í uppgjöfina. Hún skorar hann á 2 ása skömmum tíma og búinn að vera að koma okkur í vandræði með uppgjöfunum. Svo getur hann á að halda því áfram. Kemur Hafsteinn. Hér ykkur beint á Matteus, boltinn hér á Matteo við það að skora en Tamas nær að berga sem bolta endanum en klikkar svo laumunni. Eftir að gera þetta mjög vel og klikkar hann laumunni og K.A. komið í 14-11, vantar 1 stig í viðbót. Já, hérna hér. Kemur Stravko Kamino fyrir K.A. Ekki búið að flauta, en hann þarf að taka sér aftur. Mér fannst ekki að vera full fljótt. Það var enga tíma endursýningu þarna greinilega. Punktur nú hér. Hér er við eitthvað að ræða málin dómara leiksins. Það rautt spjald! Á Hamar og það þýðir það að K.A. fær stig og búið að vinna leikinn 15-11. Ég trúi þess ekki. Ég nýbúinn að segja að þeir verði að halda haus gestirnir og hér fær Hafsteinn fyrirliði Hamars rautt spjald og það þýðir að K.A. fær stigið sem klárar þetta fyrir K.A. og K.A. vinnur oddarinn af 15-11 og það bara jafna metin 1-1 í þessari ótrúlegu úrslitaeinvígi en þetta verður Hafsteinn einfaldlega að vita betur. Þetta verður hann einfaldlega að vita. Hann var atvinnumaður í 10 ár, hann er að vera 34 ára gamall kappinn. Og á þessum tímapunkti þá má hann ekki gefa þennan séns á því að fá rautt spjald sem þýðir það að K.A. fái stig. En og eiginlega alveg ótrúlega þessi leikur að enda svona. En K.A. eins og segi nær að snúa 2-1 stöðu, Sýrivil vinnur endanum 3-2 sigur hér í þessum magnaða leik. Það var eiginlega ansi sannfærandi í 8. hrinunni. Hamar náður reyndar að minnka hann í 13-11. Mistu svo stig hérna 14-11 og svo kom það rauða spjald á Hafsteinn og K.A. vinnur 15-11. Kíkjum östund á tölfræðina í 8. hrinunni. Stigaskorið á. Sjáuð þið þetta, Miguel Mateo Castrillo með 43 kvikindi. Það er sturlu tölfræði. Gísli Martin með 13, Óskar Fernandes Elís 7 fyrirgefi, Sölvi Páll með 5, Stravko 4, Hermann 2 og Pedro með 1 stig. Hjá gestunum þar Tamas með 21 stig, Massin 16, Húbert 12, Hafsteinn með 10, Kristján með 5, Tamas með 4 og Valgeir með 3. Við möstum það á tölfræðina í 8. hrinunni, 15-11 sigur K.A.
Káa skorar 8 stig úr smössum, Hamarsmenn 6. Káa skorar engan ás, Hamarsmenn gera 3. Engin lauma, engin blokk í hrinunni, en Káa sjáðu skorar 7 stig eftir mistök mótherja og þar af var 1 stykki rautt spjald á Hafstein Valdimarsson sem tryggði sigurinn og höfum það alveg henni dómarinn ekkert að leika sér að því að gefa rautt spjald á þessum tímapunkti. Þannig að Hafsteinn var líka búinn að vera að dansa á línunni, var búinn að fá guldspjald, var búinn að fá aðvörun. Kíkjum svo örstuð á leikinn í heild sinni, 19-25 sigur Hamars í fyrstu hrinu, Káa svaraði þessu með 25-19 sigri í annari, 24-26 sigur Hamars í þriðju hrinu, kom Káa erfiða stöðu en strákarnir unnu fjórðu hrinu 25-23, nú þarf fram 8 hrinuna, svo er unnu svo 15-11, sjáum við sóknarleikurinn Káa mjög góður, 56 markstig gegn 44, Hamar hins vegar mun betri í ásum 10-4, laumundar 7 Káa 4 hjá Hamar og blokkirnar 13 hjá Hamar gegn 8. En ég held ég fara að setja gott í þetta, bara gríðarlega langur dagur upp í Káamili og það eru nóg verkefni framöndan, það er alltaf nóg að vera og minni á að morgun í Mosó klukkan 7 mætast Káa og afturhelding í öðrum leik liðana í úrslita einvígi kvenna. En eins og segi, Ágúst Stefánsson heiti ég og vil þakka kærlega fyrir áhorfið, mér til aðstofa verð svo Stefán Jóhannsson og þökkum við feðgar kærlega fyrir áhorfið og þetta þýðir það að við fáum hið minnsta 4 leiki í þetta innvígi, þannig að það er allavega 1 leikur í viðbót hér kattamegin í Káamilunum. En ég segi takk kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst heldur betur fersk hérna í Káamilunum. Bless, bless!